Ekki loka þig inni. Veldu frelsi. Samsung. Komið sæl og blessuð og velkomin í Spursmál, föstudaginn 16. maí. Þau tíðindi bárust frá Afganistan í vikunni að talibanar sem þar fara nú með tögl og haldir og öll völd hefðu bannað skák í landinu. Þeir segja að það sé vegna þess að þeir séu á móti veðmálastarfsemi sem reyndir er hægt að hafa við nánast hvaða íþrótt sem er. Gárungarnir halda því fram að talibanarnir hafi bannað skákina vegna þess að drottningin hafi farið of frjáls ferða sinna skákborðið og það er algjörlega ótækt að koma inn í búrku. Þetta er auðvitað í léttum dúri sagt en staðreyndin er svo að talibanar eins og mörg önnur slík samtök á borð við Hamas-samtökin, Islamic Jihad og önnur fyrirlíta auðvitað konur og þau fyrirlíta siðmenninguna og skákin virðist þar engin undantekning heldur. Þetta er ótrúlegt mál og til marks það hvað afganska þjóðin þarf því miður að líða. En af innlendu vettvangi er vissulega margt að frétta. Nú er búið að losa hlut Íslenska ríkisins í Íslandsbanka enn eina ferðina og það er gert með svokölluðum afslætti, miklu meiri afslætti heldur en árið 2022 þegar menn gengu berserksgang í umræðunni út af afsláttakjörum. Þá fór þáverandi formaður VR, Ragnar Þór Ingólfsson mikinn og kallaði eftir afsögn fjármálaráðherra vegna þess að hann taldi að selja ætti bankan á svokölluðum markaðsvirði en ekki með afslættinum. Nú er afslátturinn miklu meiri og Ragnar Þór Ingólfsson formaður VR, hann er orðinn formaður fjárlaganefndar. Hefur hann kallað eftir afsögn fjármálaráðherra? Nei, það heyrist ekki múkk frá Ragnari og af hverju ætli það sé. Það er vegna þess að hann er bara eins og vindhanninn upp á bjálkanum. Hann færist bara eftir því hvernig vindurinn blæs. Og það eru fleiri áhugaverð mál sem við erum að taka fyrir þessari viku. Hlerunarmálið, eða hlerunarmálin hjá sérstökur saksóknara hafa verið í hámæli. Ég hlustaði í vikunni á afskaplega athyglisvert viðtal við hæstaréttarlögmanninn Sigurð G. Guðjónsson sem mætti í þjóðmál til vinar míns Gísla Freys Valdiórssonar og þar sagði hann frá ótrúlegri uppákomu sem tengist þessum hlerunarmálum og ég ætla að leyfa ykkur að heyra hluta á þessu viðtali. Og það er ekki bara verið að hlera bankamenn. Ég er til dæmis með nokkra úrskurði sem voru kveðnir upp að hlera síma Einars Sveinssonar sem einu sinni var forstjóri Sjóvá. Og það var ekki bara verið að hlera hann, heldur var líka verið að haga hlerunni þannig að það veri staðsett hvar hann væri þegar hann væri að tala. Einar Sveinsson, hann hafði aldrei réttarstöðu sakbornings. Hann fékk ekkert að vita þessar hleranir fyrir en að fyrrverandi ríkissaksóknari sem þá var orðinn lögmaður, Valtýr Sigurðsson, fór að eiga bréfaskipti við embætti sérstaks saksóknara og krefja hann upplýsingar hvernig Einar Sveinsson hefði verið hleraður. Þá kemur í ljós að það er búið að vera að leyfa sakborningum í málum að hlusta að einhverju leyti á þessar hleranir og þeim var ekki eitt og síðan var sagt að þeim hefði verið eitt. En þessar umræður, þessi samtöl, þeir eru samkvæmt Kveiksþættinum í vörslu Ríkisútvarpsins í dag. Og hvernig ætla sérstakur saksóknari að svara fyrir þetta? Þetta er algjörlega ótrúlegt sanna sagna. Maður trúir ekki sínum eigin eyrum. Þannig dæmi mann sem er hleraður án þess að hafa stöðu sakbornings og síðan er verið að fara með þessar upptökur inn í yfirheyrslur yfir mönnum og núna liggja þessar upptökur á Glámbekk hjá fréttamönnum á RÚV. Það er orðið deginum ljósara. Það verður að rannsaka meðferð sérstaks saksóknara á þessum málum og hvernig gengi var fram gagnvart borgurum þessa lands. Við, almenningur í landinu, getum ekki setið undir því að þeim sem er falið valda þessu tagi gangi það eins og hvert annað sorp. Þetta er mál sem að þingið verður að taka á og komast í botns í, þannig að þetta endurtæki sig ekki. Ef við látum þetta yfir okkur ganga núna, þá er allt eins gott að ríkið hlusti bara einfaldlega á allt það sem við segjum og hugsum. Og hvernig ríki er það? Það er ríki sem við ætlum ekki að búa í, það eru ríki sem hafa verið brotin á bak aftur á borð við Sovétríkin og önnur slík og þar var ekki gott að búa. Og talandi löggæslumál líka,
Úlfar Lúðvíksson, lögreglustjóri á Suðurnesjum sem hefur staðið í ströngu bæði vegna jarðhræringa nærri Grindavík og svo auðvitað út af landamæravörslunni á Keflavíkurflugvelli. Honum var beinlínis sagt upp störfum af dómsmálaráðherra og ráðuneytisstjóra í vikunni. Honum var reyndar bara tilkynnt að staðan hans yrði auglýst þegar skipunartíma hans lyki og að ráðuneyti væri að bjóða honum stöðu austur á Eskifirði. Þetta jafngildir auðvitað uppsögn og fullkominni fyrirlitningu gagnvart embættismanni sem hefur staðið í þessum stóru málum fyrir hönd okkar Íslendinga og talað opinskátt þau. Það er algjörlega augljóst að dómsmálaráðherrann og embættismenn hennar verða að svara fyrir þetta og spurningar vakna það í ljósi þess sem að ráðherrann hefur sjálfur sagt hvort að ráðherrann eigi að hlutast til embættisveitingar vegna ólíkra eða nýrra pólitískra viðmiða eða sjónarhorna. Ætlar hann að gera það þegar kemur að skipunum í Hæstarétt eða hjá saksóknarembættunum sem eru reyndar í upplausn undir hennar stjórn núna. Ég ætla að vona að þetta verði skýrt eins og málum með hlerunina því að við, borgararnir í landinu, eigum einfallega heimtingu á því. Eftir skammastund setjast þau hérna niður hjá mér, þau Frosti Logason, fjölmiðlamaður og tónlistarmaður og Halla Gunnarsdóttir, formaður VAFR, þau ætla að ræða fréttir vikunnar. Að því loknu ætlum við síðan að fara aðeins yfir sveitarstjórnarmálin í landinu með Andrési Magnúsinni og Hermanni Nökkva Gunnarsinni og í lok þáttarins ætla ég að ræða við Marino Örn Tryggvason fyrrum forstjóra Kvikubanka og Jón Bjarka Bentsson, aðalhagfræðing Íslandsbanka stöðun í efnahagsmálunum. Það margt sem bendir til þess að það horfi ekki alveg eins vel og við vonuðumst til, meðal annars þegar kemur að stýrivöxtum og verðbólgu. Fylgist með, en fyrst þetta. Jæja, helvíti fín vika að baki þar sem að hitatölurnar á vetur.is sýndu sínar bestu hliðar og voru tveggjastafa alla vikuna. Vetur.is hvað? Ætti ekki að breyta lénun í sumar.is núna? Það gefur Ríkisútvarpinu allavega tilefni til að halda enn eitt lánspartíð á veðurathugunarvef en það náttúrulega aldrei nóga veðurspám til að lifa og klæða sig eftir. Einskisverðasta hlutverk heims, móðurhlutverkið, spilaði stóra rullu á samfélagsmiðlunum í vikunni vegna mæðradagsins sem haldin einu sinni á ári en ættu auðvitað að vera haldin alla daga ársins. Og kepptist auðvitað allt stóði við að gorta sig af sinni mömmu og svo náttúrulega bara upphást einhver svona semi-tippakeppni manna á milli eins og gerist alltaf, mjög kaldhæðnislegt ég veit. En svo bárust þau válegu tíðindi að tilkynningum týnda þingmenn hefur farið fjölgandi undanfarið. Heyrst hefur að sérstakur leitaflokkur hafi verið settur á stað til að leita af öllum týndu þingmennunum sem hafa hlaupið sér svo illa mikið frá veiðigjaldaumræðunum að þeir hafa bara horfið af radar, bara búm, þurrkast út. Það er eiginlega frekar vont að geta ekki heyrt í Guðmundi Fylkissyni núna. Hann væri náttúrulega búinn að finna þetta lið bara 1, 2, 3, þó svo að það sé nú ekki kannski klætt í Adidas-skalla eða smellibuxur. Hanna Katrín flúði alla leið til Tröggvaralandsins til að vera viðstödd útskrift hjá afkvæmum sínum og skildi ábyrgðina eftir hjá Daða Skaða. Daði Skaði týndist í smá, eða þú veist, það var allavega tilkynnt mannskvar þarna á tímapunkti því að það fannst hvorki tangur né tetur af honum í þingsal þegar Tóta Skjóta, forseti þingsins, brást svo skjótt við og boðaði til laugardagsfundar þarna á Alþingi. En ég meina það er alveg rétt hjá henni, það verður að láta þetta lið vinna fyrir laununum sínum. En svo allavega fannst Daði eftir langa leit undir púlborði í einhverju viðreisnarpartíi. Þarna er hann, þarna, nei ekki þarna er á fundinn og hann var bara eitthvað að mingla og chilla og eitthvað og þú veist, ég meina, hver hefði ekki gert það sama? Ég meina hver nennir að eyða púðrun í hugarefni heiðrunarlindar? Lætan, spætan, skíta, rætan. Ekkert þau spurst til Guðmundar Ara í einhverja daga og vikur, hann hvorki svarar í síman, ég á Facebook eða Messenger eða whatever. Maður bara veit valla hvort hann sé lífs eða liðin, elsku kallinn, en hann á þetta víst til, láta sig hverfa svona endrum eins og svo bara sprettur hann allt í hennu upp eins og páskalilurnar á vorin, bara hæ, eins og ekkert hafi ískorist. Jóhann Páll samti náttúrulega lagarna einu sinni þetta þegar hann var verulega áhyggjufullur af samfóvinni sínum, en hann er lifandi, ég sá það á Instagram, hann er nú bara Úlfarsfelli sko, bara eitthvað að hlaupa, má maður aðeins eða? Sigmundur Ernir hvarf einnig á brautum síðustu helgi og var vant við látin við eitthvað allt annað en að ræða þessi blessu veiðigjöld. Ég hef náttúrulega bara gert það sama, en ok, hann tók sér sitt eigið góðviðrisfrí gegn lögum og tók þátt í opnunargólfmóti á Korpunni. Svo bara frétti maður að hann hafi verið með eitthvað svona sérmerktan pela innanklæða og það kannski skýrir líka skortöfluna og forgjöfuna og allt þetta að einhverju leyti. Hann hefði sennilega getað skora aðeins hærra hjá þjóðinni ef hann hefði bara, kannski drullast til að mæti vinnuna. Mömmur eru bestar og þeirri staðreynd gerði Þórdís Kolbrún alveg ljóst á mæðradaginn þegar hún deildi fallegri kveðju til spegilmynd sinnar, mömmu sinnar. Já, þá nefnilega vitum við nákvæmlega hvernig Þórdís Kolbrún verði þegar hún verður stór. Þær eru alveg eins. Hildur Sverris þjáist að sama syndrúmi og flestar mömmur heimsins ef marka má mæðradagsfæsluna hennar. Hún er gjörsamlega þjökuð af mömmusamara.
Sjá hennan litla glókoll sem ætla bara að knúsa mömmuna sín í gegnum imbakassan. Mömmu hjarta, það bara tekur kipp. Jóngnar heiðraði minningu móður sinnar sem fallin frá í tilefni mæðradagsins og enn með símanúmerið hennar vistað í símanu sínum. Hann gæfi náttúrulega bara mjög mikið fyrir eitt símtæli viðbót og það skiljum við vel. Eitt sinn mömmustrákur áallt mömmustrákur. En spámaður, það verður hann þó aldrei, svo mikið ljóst. Mæðradagur postaði þessari hrifnæmu mömmumynd á Insta sem hann tilengaði móður sinni og þessi mynd, hún náttúrulega bara segir allt og eiginlega bara meira en það. Mæðradagur B. Eggertsson. Fattaðu þennan? Góður. Heiða Björg, heiðvirtasti borgari landsins, sló ekki slöku við og deildi líka mynd af sinni mömmu. Eða nei, þetta reyndar ekki mamminar. Þetta reyndar sendiherra Indland sem hún fundaði með einhvern tímann á dögunum. En já, þarna mömmu myndin og svo náttúrulega Heiða sjálf líka mamma og fekk algjört nostalgíu kast þegar dóttir hennar hélt karaokepartí í vikunni og að sjálfsögðu ræður mamman þá ekkert við dansmúvin í sér og já, eins og sjá má. You got it, girl! Það má með Sönnu segja að Sönnu mamma sé mögnuð kona, ekki amalegt sköpunarverk sem hún sanna Ekkert smá krútlegar og glaðlega mæðgur á góðri stundu. En ok, nú nóg komið að þessu mömmu stöndi orðið vel þreytt. Jóhann Páll, Johnny Bravo eða JP eða hvað sem þið viljið kalla hann, var á faraldsfæti í vikunni og úthúðaði mann og annan fyrir að vesla sig gós af Shine, Tjung Tjung, ég veit ekki hvað það heitir, og Temu. Í alvörinni, þessi forræðishyggja, Jesus Christ. Og þessi frakki sem að JP í, hann mögulega mjög mikið asískur. Pavel bestilingur og sjálfukongur klikkaði ekki á því í vikunni og hefur tryggt sér sæti á lista þessarar yfirferðar ókomna tíð með þessu áframhaldi. Þetta verður bara betra og betra en kannski ættum við að fjárfesta í selfie-stöngkandunum. Ef ekki að gera það fljótlega, ég held það. Inga Sæland enn japlandi á páskaeggjaleifum og masandi út úr sér einhverja málsætti. Jöfn, byrði brýtur engra bak, bla bla bla. Ég meina, hún vill eitthvað meina að þessi orð einkenni baráttu hennar og ríkisstjórnarinnar. Ég veit ekki einu sinni hvað þetta þýðir, en ég veit allavega hvað hjálmur og sleggja þýðir sem að Páska Inga segist ætla að vera vopnuð. Pínu skeri, ég verð nú að viðurkenna það. Kay Frost heimsótti frændur okkar í Færeyjum á dögunum og ónaði gjörsamlega svæðið þar sem hún spókaði sig í fallegri lopapeysu sem var kannski svona einu númer of lítil, en hún púlaði hana samt. Hún náttúrulega bara alveg ótrúleg, algjört kraftaverkabarn. Það segir Össur Skarphéðinsson allavega, við skulum bara, já, ég trú honum. Tokka Gunn og Viðreisnar Gvari tóku smá flippa á Insta og afhjúpuðu sig bara alveg sjálf, alveg óvart. Þau vilja gamla ruddan og markað aftur. Holy Mother of Jesus, Ingvar Þóroddsson, þú hefur ekki gott af þeim áþverra. Kveðja mamma þín. That's right, shine bright. It's right, that's right, shine bright, just right. Og það eitt sem dálítið skemmtilegt þetta grill. Ég myndi segja að það væri þessi fjölbreytileiki. Maður getur grillað beint yfir hitanum, svona bein grillun. En svo líka eitthvað sem kallast barbecue og það eitthvað sem maður gerir við óbeinan hita, það sem að ver matinn fyrir hitanum. Og svo í þriðja lagi að það er líka hægt að breyta þessu grilli í reykofn. Það er bara að kasta nokkrum viðarkuppum ofan á kolinn og umbreytist grillið í þessum kallast smoker. Og það er alveg frábært. Ég get eiginlega ekki beðið eftir að borða. Þetta áttur að vera algjört æði. Komið sæla nýju. Hingað eru komnir góði gestir úr ólíkum áttum. Það eru Frosti Logason sem stjórnandi Broadcast og fjölmiðlamaður með meiru og Halla Gunnarsdóttir sem formaður VR. Velkomin bæði tvö. Takk fyrir kjalla. Þetta vikan þar sem að margt í gangi. Ég var neyddur til þess að horfa á Eurovision með sonum mínum núna á þriðjudaginn. Já. Ég pantaði mér sér Vibe pizzuna frá Dominos. Hún ágætt. Hvernig fóruð þið með þetta kvöld? Ég einmitt búinn að gefa loforð fyrir því að Vibe pizzan verði pöntuð. Á laugardaginn? Á laugardaginn. Það búið að snúa upp á hendina á mig með það og eins að láta mig horfa á Eurovision. En mér finnst þetta nú bara besta skemmtun svona þegar öll fjölskyldan getur komið saman í sófan með börn og fullorðnir. Þannig að við gerum okkur gott bara úr því. Ég gleymdi að kynna þau þetta sem fyrir
fyrrum eða núverandi tónlistamann átti þú Rokkstjörnu. Rokkstjörnu, dreymdi þig aldrei að stíga á stóra sviði í Eurovision? Nei, ég hafði enn meiri andstigð á Eurovision þá en í dag, ég skal viðurkenna, ég hef linast svona gagnvart þessari uppákomu og það svona þessi fjölskyldustemning eins og ég segi sem hefur gert það að verkum að maður leyfir sér að horfa á þetta en þetta þykir nú ekki merkilegu pappír hjá svona rockurum allavega sko. Alvöru tónlistamönnum? Já, alvöru tónlistamönnum, það en ég samt, ég tek það fram, þetta nú alveg bara minn besta skemmtun og þarna hafa komið mörg fín lög í gegnum tíðina á undanförnum árum sérstaklega sem að ég vil nefna hana sænsku Loreen í tvígang unnið síðan 2012 og það bara stórkostleg lagasmíð og skemmtilegt efni sem að þar kemur. Það engu líkar en ég sé bara komið með Sigga Gunnars Já, akkurat. Í hverju birtist fyrirlitning þín á Eurovision, Halla? Mér finnst nú svolítið leiðilegt að byrja ekki að spyrja mig út í hljómsveitirnar sem ég í. Ég í 2 hljómsveitum. Það rétt, þú ert líka tónlistar. Já, kannski svona var svolítið ofsögum sagt, en ég náttúrulega í gítarflokki starfsfólks VR sem að giggaði ásatíð VR daginn við bara gríðarlegar undirtektir og bara þakið ætlaði að rifna af húsinu. Já. Og það eru svona 5 gítarleikarar sem að syngja með og ábúðslega flott hljómsveit. Og svo ég í nýstofnaðri lúðrasveit Mosfellsbæjar sem hélt einmitt vortónleika í gærkvöldi á 50-skvöldi og með varmórkór og í báðum þessum hópum eru fyrrum félagar annars verið barnakór varmórskóla og hins vegar í skólahljómsveit Mosfellsbæjar. Hvar þú spilar á? Ég spila á trompet, þyki alls ekki góð, en fæ að vera með, gegn því svona ég spila bara nóturnar sem ég hitt á, en finnst ofboðslega gaman og er ánægð með mig. En þið náðu saman í gítarnum, er það ekki? Já. Því miður hef ég ekki heyrt þetta ennþá. Ég vonast til að við sjáum ykkur bara á Airwaves næst, eða ekki? Mér finnst það bara mjög líklegt. Svona þegar þú segir þetta, finnst það vera mjög líklegt, sko. En klókur pólitíkusinn sem þú ert, þú eitir talin Eurovision. Já, finnst ekki flott hjá mér. Lúðrasveit Mosfellsbæ. Kannski verður hún næst í Eurovision, það gæti alveg verið. Sko. Það ýmsu tjalda til á þeim vettvangi. Já, ég fylgist ekki með Eurovision í ár og eins og talsvert margir í þessu þjóðfélagi, en mér finnst þessir væpdrengir óbærslega glæsilegir og ég á lítil börn og það mikið hlustað á þetta og þeir komu á fjölskylduhátíð VR á Klambrútúni rétt áður þeir fóru utan og það var bara alveg óbærslega vellukkað og skemmtilegt. Er það af pólitískum ástæðum sem að þið strækið á? Já, ég sleppið því að horfa á Eurovision núna í þessu heimspólitíska umhverfi sem að við búum við. Ég gleymdi nú bara, ég hugsaði ekkert út í þessa sniðgöngu sem að, eins og þú segir, margir eru að tala um, en mér finnst þetta svo vont að tengja þetta saman við þessi fjölskylduskemmtun og svo annars vegar einhver átök. Svo annað máli, ég meina, Ísrael ekki einu sinni í Evrópu, ég veit ekki alveg af hverju þeir eru endilega að taka þátt í þessu. Þeir eru næstum því í Evrópu. Já, þannig að það er kannski, og hafa ekki Ástralir verið að keppa Eurovision líka? Já. Mér finnst þetta dálítið táknrænt við Eurovision að þessu sinni, svo maður lýsi áhuga sínum á þessu fyrirbæri, að þetta skuli haldið í Sviss, því að það eru þetta ríki sem hefur haldið hlutleysi sínu, þetta er haldið í Basel og allt mjög gott það segja, ég er mikill Sviss aðdáandi, en ég verð þó að viðurkenna að þetta atriði þar sem þeir voru að syngja það hvað hefur verið fundið upp í Sviss í gegnum tíðina að mér finnst þetta svona fullmikið kommersial, fullmikil auglýsing kannski nema þegar þeir tóku það fram að LSD hefur verið fundið upp í Sviss ég vissi ekki það vissi ég ekki heldur, ég held að það hefði bara verið svissneski vasanhýfurinn og súkkulaðið og súkkulaðið mitt Nei, það er nú en ég sammála, mér finnst þetta að vera svona hlutleysis vettvangur þar sem að óháð því sem að gengur á í einhverjum heimsátökum. Þetta væri best að hann væri það. Rússar voru náttúrulega reknir úr þessari keppni og þetta auðvitað bara óbærslega flókið hvernig maður nálgast þessi mál. Þetta svona það litla sem ég og mín fjölskylda ákveða að gera. En þá spurning hvort að Úkraínumenn, hvort þetta ekki reka þá líka finnst þér standið stríðsátökum? Þetta bara mjög flókið sko, hvort og hvenar þá að reka ríki úr keppnum, hvort sem að það íþróttum eða tónlist sko. Og ég verða viðurkenna, ég ekki með einhverja svona algjörlega einarða afstöðu. En þetta skrítið að reka einn sem stendur í árásarstríð og ekki annan, það svona svolítið flókið, þannig að mér finnst það vera svona... Og deilt hvað er árásarstríð og hvað ekki þetta líka? Já, þetta má gera það. Það mun allt keyra, ég sá einhvers staðar að ísraelska laginu spáð góðu gengi. Já. Það náttúrulega, myndi vendalega allt keyra þverbak ef að þeir muni standa uppi sem sigurvegarar í keppninni í ár.
En við sjáum til. Söngkonan lifði af árásina 7. október 2023. Hún hefur mætt gríðarlegri hörku, menn hafa mætt fyrir framan annað þarna í Sviss og verið að draga fingur yfir hálsér og annað fullkomin viðbjóður þetta, hvernig menn koma fram við einstaklingin, hvað sem mönnum finnst ríkið Ísrael. Eins og var komið fram við Heru á síðasta ári. Það var nú ekkert sérlega fallegt. Nei, það var mjög aggressíft. Já, en þeir væpdrengir virðast ekki fá sömu meðferð frá þeim aðilum sem betur fer. Talandi ólíka meðferð, það verið að selja Íslandsbanka núna. Þetta gengur vel, það mikil eftirspurn eftir hlutum og ríkissjóður tútnar út af peningum. Er það ekki, má ekki túlka svona stöðuna þannig að það sé bara allir í lukkuna velstandi með að selja bankan? Inga Sæland var mjög á móti sölubankans fyrir kosningar og annað en það verðist vera svona einhver samhljómur það að þetta sé þarft skref. Já, einmitt, það er svolítið áhugavert að bera þetta saman við söluna síðast því að þá voru aðrir aðilar sem að sátu stjórnartaumana í ríkisbúskapnum og þeir voru mjög gagnrýnir og reiðir jafnvel, sérstaklega yfir að þetta verið að selja þetta á miklum afslætti og með miklum kostnaði. Kristrún Frostadóttir gagnrýndi þetta mjög harðlega. En núna hún hinum megin við borðið og maður ekki séð ennþá óánægju hennar en hún hlýtur að vera mjög óánægð með þess að það meiri afsláttur núna. Meiri afsláttur. Og meiri kostnað. Já, en þetta segir okkur hvað erfitt svona einhvern veginn að skipta þessa stóla og vera komin í hinum megin við borðið. Það auðveldara að vera reiður og gagnrýna þegar maður í stjórnarandstöðu. Þú verið í framvarðarsveit Vinstri grænna, menn hafa ekki verið hrifnir af hugmyndum að selja ríkiseignir, banka eða aðrar á síðust árum? Já, ég hef reyndar ekki verið í framvarðarsveit Vinstri grænna. Ég hef vissulega verið félagi í VG langar hríð. En og verkalýðshreyfingin hefur líka verið gagnrýnin á söluna á Íslandsbanka. Og ASÍ lét gera könnun hvað er nú komið mörg ár síðan þessi fyrri sirpa var og þá var meirihluti almennings líka móttóllinn sölun á bankanum og mér finnst þetta svona og ég stend alveg við það og mér finnst þetta svona svolítið og ég skil alveg á Íslandi eftir þessi þjóð hefur farið í gegnum að það sé hik þegar kemur að einkavæðingu banka af því að það var nú ekki eins og það hafi ekki verið búið einkavæða og svo lendaðir einhvern veginn í fanginu á þjóðinni og svo erum við aftur komin á þennan stað að það er verið að koma þeim út og allt þetta bara mjög svona pólitískt og snúið og flókið og síðan svona talað núna það opna útboð fyrir almenning og einhvern veginn fer bara venlegt fólk að upplifa þetta sé svona einhver sala til þeirra en auðvitað þetta ekki svona hinn venjulega vinnandi manneskja sem að taka upp fólk úr fjár og kaupa sér bréf í Íslandsbanka. En heldur menn ekki að kaupa fyrir 100, 200.000, 300.000 eða svo? Já, það held ég náttúrulega veit það ekki, við erum auðvitað ekki með statistík yfir þetta en ég held að þetta sé nú ekki eitthvað sem þorri almennings að gera. Ég held að sé nú allur gangur á því, ég held að sé svona hinn vinnandi maður einmitt eins og þú segir að sjá tækifæri í því að setja nokkra, það er lágmark 200.000 eða hvað, nefnum lágmark 100.000. Já, og það er örgulega mjög margir sem var ekki 500.000 lágmark síðast eða eitthvað svona. Það hefur verið misjænt en svo þetta eru skerðingar í þessu, þannig að þegar umfram eftirspurnin er mikil eins og í þessu tilíkja þá þarf þetta að skerða þessa hluti þannig að ég vil fá menn og eitthvað minna heldur en jafnvel það sem þeir skrá sig fyrir en í mörgum af þessum almenningshlutafélögum eru þúsundir eða 20.000 manna með einhvers konar eignarhald fyrir utan auðvitað hið óbeina eignarhald í gegnum lífeyrissjóðana. Það er lífeyrissjóður verslunamanna sem að þú stýrir nú að Nei, ég stýrir nú ekki neitt. Stýrir ekki, þið tilnefnið helming stjórnarmann. Já, við gerum það. En ég hef enga aðkomi að svona stjórn lífeyrissjóðsins eða hans málum nema ég sitt í fulltrúaráðans og get svona veitt aðhald þar. Framkvæmdastjóri VR situr í stjórn. Hann situr í stjórn, já. Og hann er starfsmaður hjá þér. Ég kem ekkert að málinu lífeyrissjóðsins eftir sem áður og það er auðvitað svona ákveðni veggi þarna milli eins og þú þekkir vel. Já. Talandi efnahagsmálin að öðru leyti, við erum að bíða eftir því að það verði tekin ný vaxtaákvörðun í næstu viku hjá Seðlabankanum. Þið hafa verið að benda á það hjá Alþýðusambandinu og verkalýðshreyfingunni að verðlagið er að tikka upp, matvörunni ekki síst. Já. Voru alltaf gerði kjarasamningar fyrir rúmi ári síðan þar sem að verkalýðshreyfingin og ég hef sagt það til að þarna hafi verið tekið mjög mikil áhætta
undirgengst litlar launahækkanir á verðbólgutímum og á tímum óbúslega hárra stýrivaxta. Og væntingar svona þeirra sem hönnuðu þetta að þessu stóðu, þetta var svolítið gert eftir forskrift Seðlabankans, voru að með þessu móti þá væri hægt að þá myndi verðbólgan fara niður og vextirnir myndi fylgja með. Og og það er svona ég frekar gagnrýnin á þetta því að þetta svona samband sem látið eins og sé milli laun og verðbólga kannski ekki alveg fyrir hendi en það breytir því ekki að út af ýmsum ástæðum þá fór verðbólga niður en vextirnir hafa náttúrulega farið alveg gríðarlega hægt niður og við erum með hæstu vexti í OECD. Þú þarft að fara til landa sem að geisa stríð eða einhvers konar eiturlyfja átök eða einhver hryllingur til þess að finna jafn háa stýrivexti. En það er líka hvergi í þessum löndum þar sem að launahækkanir eru jafn aggressívar? Það er bara alveg háar launahækkanir víða en auðvitað hérna hefur við verið að halda í hvaða löndum? Við höfum verið að halda það er svolítið erfitt að bera þær nákvæmlega saman. Við búum náttúrulega í mjög sveiflukenndu hagkerfi hérna og auðvitað er það þannig í löndum þar sem að verkalýðshreyfingin hefur verið brotin og bak aftur og þá hefur launum verið haldið mjög aggressíft niðri. En ég skrif ekki upp á það að þetta samband sé þarna á milli og að þú skoða samsetningu verðbólgunnar í dag þá er hún kom ekki til upphaflega vegna launa og það er ekki laun sem er eitthvað að hafa einhver grundvallar áhrif. Það er allir hagfræðingar sammála að mikla launahækkanir hafi áhrif til verðbólgu. Nei, það er það ekki allir. En í kringum þessa kjarasamninga að þá var svona svolítið samkomulagið og gallin er að það er sett á okkur við erum með kjarasamningsbundið þak á okkar launahækkunum en síðan var svona sagt og atvinnurekendur muni gera sitt til þess að halda verðlagið niðri. Og það sem er bara að koma á daginn núna er að þau eru ekki að standa við þann part og hafa ekki verið að því. En geta þeir það? Já, gróða hlutfall til dæmis Festis og Haga var að hækka á milli ára. Hækkanir, við erum að sjá núna að krónan er að styrkjast gagnvart dollaranum og evrunni en það er ekkert að skila sér til neytenda og sumar vörur að hækka gríðarlega. Þannig að hugmyndin var að allir ættu svona gera sitt og leggjast á árarnar. Býttu allar ef að styrking krónunar ætti að leiða til þess að vera þetta lækka vöruverð af því þá myndi innflutningskostnaður lækka. Þá hlýtur að viðurkenna að ef að laun hækka að þá hefur það með sama hætti áhrif á verðlag rétt eins og gengi gjaldmiðlana. Já, það er alltaf ákvörðun að hverju miklu leyti þannig veltir launahækkunum út í verðlag. Það sem hefur gerst í löndum, til dæmis í Bretland og Bandaríkjunum og sem verkalýðshreyfingin hefur verið brotin á bak aftur, er að hlutdeild launafólks í framleiðinu aukningu hefur bara minnkað og raunlaun hafa bara lækkað, við horfum á það í samhengi við kaupa. Mjög mikið hér, til dæmis ég veit ekki að gera annað. Hér höfum við náð að verja hlut launafólks, í þessari aukningu, en stóra málið er að það er eiginlega alveg sama hvað laun við semjum, og hversu há eða lág þau eru og það bara getur vel verið að laun séu bara nógu há á Íslandi, en þú verður alltaf að miða þau við húsnæðiskostnað og annað verðlag. Og það sem er stóra málið í okkar þjóðfélagi í dag eru húsnæðismálin. Og það er fjórða hvert heimili var að missa fasta vexti og þetta er ekkert einhverju tíuskallar sem fólk er að borga aukalega, þetta getur skipt hundruðum eða og svo hafa maður að segja að fólk getur fært sig verið verðtryggt en þá ertu náttúrulega aðeins að bara breyta skuldunuðinum og hvenær þú þarft að borga þér og hvenær þú situr uppi með þér og þetta finnst mér vera svona stóra viðfangsefnið og þess vegna er þetta áhyggjuefni ef að það á að þessi hávaxtastefna er að mínu viti pólitísk en ef að halda þessum stýrivöxtum áfram svona háum að þá er það bara mjög mikið áhyggjuefni fyrir bara þorra almennings í Íslandi. En ekki, ef að vextirnir verða teknir niður, fer þá ekki verðlagið úr böndunum aftur, fer þá ekki verðbólgan á blúsandi siglingu, því við erum að eyða efni fram, það er allar tölur sína við erum bara í blúsandi neyslu fyllir í. Ertu að meina almenningur? Já. Þetta er rosalega flókið samband, verðbólga myndast óbúslega flókin hátt og við erum með húsnæðismálin utanaðkomandi atriðin en það sem ég hef allavega talið og ég menna það er bara til miklu, það er bara mjög svona gróskumikil fræðileg umræða í gangi alþjóðlega hvernig verðbólga verður til og þetta er ekkert alveg svona einfalt, bara eittur upp og þá þarf hún. Þú hafnar því að launahækkanirnar hafið sjá, þú segir að það séu fjölmargir hlutir sem hafa áhrif á verðbólguna, nema launahækkanir. Verðlag hefur áhrif á verðbólguna. En hafa verið einhverja launahækkanir á ráði? Mér finnst eins og allir sem ég tala við þeir upplifa bara að það er allt hækkandi í þessu samfélagi nema laun og það er mín tilfinning eins og annara. En þau eru að hækka, launin eru að hækka samkvæmt kjarasamningu. Hvað er grunnhækkunin mikil í ár?
sko, þetta eru 23.750 krónur og síðan er þetta eitthvað svona 3,25% eitthvað svo leys. Og það vantarlega ekki umfram allar þessar verðhækkanir. Nei. En það er alveg, það er eitthvað launaskrið, sko, það er alveg þannig og það var að koma núna svona kauptaxta auki á taxtana vegna þess að önnur laun hafa verið að hækka meira og við sjáum það alveg, þú veist, að þeir sem að geta hækka launin sín sjálfur eru að hækka þau meira og það er væntanlega út af því að það er þörf á meiri hækkunum til að fólk geti mætt þessu. Og ég segi bara aftur að sko þarna eru, veist, ég meina það er fákeppnismarkaður í Íslandi og það er bara þannig og við verðum að hafa eftirlit með verðlag og við verðum að reyna að vera með aðhald og reyna, þú veist, að benda á þegar hlutir eru að hækka fram úr hófa einhverjum ákveðnum sviðum. En stóri pósturinn eru þetta þessi húsnæðismál og kostnaður sem fólk ber á þeim. Ef þú nærð honum niður og býr til eitthvað svona betra kerfi þar, að þá ertu komin á miklu betri og stöður stað. Verkalýðshreyfingin er búin að reyna núna árum eða áratugum saman að beita einhvers konar miðstýringu og sífellt vera að dæla inn í almenna kerfið og inn í opinberan leigustuðning og annað. Ekkert virkar. Jú, ég meina það virkar. Það virkar ekki neitt. Jú, það virkar að koma, þú veist, það sýnir sig bara að þú verður að vera með vel reguleraðan og góðan leigumarkað til þess að húsnæðisverð rjúki ekki upp úr öllu valdi. Húsnæðisverði ríkur upp úr öllu valdi þegar menn reisa bara húsnæðið með opinberu stuðningi og inn í leigukerfi en almenni markaðurinn, þessi raunverulega almenni markaður fær ekki það framboð inn á sig sem það þarf að halda. Já, þetta er þín kenning og skoðun, sko, en hún er kenning og skoðun. Þetta er bara markaðslögmál. Nei, þetta er alltaf svo skemmtilegt, sko, þegar það er presentera, sko, svona staðnundir eru presentera eins og sé einhver náttúrulögmál. Þau eru það ekki. Ef eftirspurnin er meira en framboðið, þá hækkar verð. Já, ef það væri algjör markaðslögmál. Ef laun hækka umfram framleiðniaukningu, þá verður til verðbólgu. Já, það er bara mjög gaman að heyra þínar skoðanir á þessu. Mínar eru aðrar. En ég er sammála öllum Nóbelsverðlaunahöfunum. Nei, ekki öllum, sko. Þetta er bara mjög gróskumikil umræða, sko. Þú veist, þú getur bara að lesa Stiglitz eða Krugman eða hvert sem er og þetta er bara mjög gróskumikil umræða. En hún er frekar einsleitt hér á landi. Veist, ég lít svo á og hef lagt mig í líma við að sækja mér þekkingu víðar til þess að hún er einsleitt hér á landi varðandi húsnæðismarkaðin vegna þess að það er öll áhersla á félagslegt húsnæði. Félagslega íbúðakerfi var náttúrulega lagt niður, sko, þannig að það er ekki öll áhersla á félagslegt húsnæði. Það er verið að leggja höfuð áherslu á það í uppbyggingu á sérstaklega fjölbýlishúsnæði hér á höfuðborgarsvæðinu hefur verið gert. Þannig að það hefur myndað skortur á þessum almenna markaði. En hitt er alveg rétt, sko, að það þarf náttúrulega að byggja meira og það þarf að brjóta nýtt land og það er, og ég er alveg sammála því, sko, við erum í óbáslegri skuld og það bara er ekki, það flytur fullt af fólki til landsins sem er bara gott og blessað og það heldur uppi atvinnuvegunum og einhvers staðar þarf fólk að geta búið og það þarf að vera fyrir hendi bæði náttúrulega nógu mikið húsnæði til þess að fólk sem er að leita sér að húsnæði geti komið sér þakki yfir höfuð en það þarf líka verið til fyrir hendi regulera leigumarkaður og þetta er engin, þetta er ekkert eitthvað svona rosalega flókið, sko, við bara höfum ekki gert það sem þarf að gera. Við erum, held ég, allt of mikið með puttana í þessu, þar að segja að láta opinbera aðila og aðila sem hafa ekki beina hagsmuni að því, við erum of mikið með puttana í því. Markaðurinn dugar ekki við þetta, bara miður. Hann færi aldrei að reyna sig, sko. Varðandi kjarasamningana. Það er í september, ef ég maður rétt, þá er endurskoðunar, ég meina það er hægt að segja upp samningunum að ákveðnum skilyrðum uppfylltum. Ef að verðbólgan verður hér yfir 5%, það er margt sem bendir til þess að verðbólgan sé að fara aftur á skrið af ástæðum sem að við erum ósamálum. Ef hún fer á skrið aftur, eru við þá bara að fara að lenda í alvarlegum kjaradeilum hér í haust? Já, sko, ef ársverðbólga mælist undir 4,9% núna í ágúst-september, þá eru forsendur kjarasamninga brostnar. Já, ef hún mælist yfir 4,9%. Já, en það er ársverðbólga og þú veist, og það hefur ekkert endilega bent til þess að svo verði. Og VR gagnrýndi þetta, taldi þessi forsendu ákvæði og veik og forveri minn gerði það og ég var nú sammála með þar. Að við hefum þurft að hafa, að þetta er svo langur samningur, þetta er 4 ára samningur. En með endurskoðun ákvæðum núna á hverju ári er það ekki frá september næstkomandi, það verður síðan aftur í september árið 2020. Það þarf að fara yfir hann reglulega og það er forsendur nefnd sem fylgjast með þessum forsendum og bara hagfræðingar sem að reikna þetta út og hver er staðan. Hingað til hefur spáin ekki verið svo að samningar mun ekki halda, en auðvitað ef að verðhækkanir fara af stað og allt fer að fullt. Ég hef svona meira kannski óttast líka utanaðkomandi áhrif sem að geta einhvern veginn orðið til þess að verðbólgan fer meira á flug. Að þá eru samningar, þá eru rauninni forsendur samninga brostnar.
Síðan náttúrulega hinn forsendan að stjórnvöld standi við sinn hluta. Þannig að það svona, þetta tvennt sem skrifað inn í samningana. En síðan oft talað forsendu kjarasamninga miklu víðtækari Eru stjórnvöld að standa við sitt í þessu? Þau eru náttúrulega með, auðvitað þessi gjaldfrjálsu skólamáltíðir voru mikilvægir í því og voru stórt mál og þær... Sem eyðileggja skólamáltíðirnar í skólum þar sem að börnin eru núna bara meira og minna vannar? Nei, það held ég sé nú ekki alveg rétt þó að komið eitthvað dæmi hann á Reynu skóla allavega kannast ég ekki við það frá mínum börnum eða mínum börnum sem eru í grunnskóla en og það fylgdi svo auðvitað fjármagn en þær voru auðvitað mikilvægt mál, það á að brúa bílið milli fæðingarorlofs og leikskóla og það eitthvað verið að reyna að þoka því áfram, þetta mjög stórt og flókið mál. Síðan eru það húsnæðismálin og ég auðvitað farin að bíða með smá óþreyju eftir að stjórnvöld sýnir raunverulega á spilin og félags- og húsnæðismálar að það gera það. Og brjóti meira land, það lykillinn. Það líka brjóta land, en það ekki eina. Þú þarft að regulera og þarft að brjóta land og þetta alveg það margt sem þú þarft að gera en maður svolítið að bíða eftir að þau sína spilin almennilega. Það eru svolítið, ég mun pottet kalla á því í september þegar þetta fyrir að skýrast nær samningunum, þá þurfum við að taka þetta samtal og við auðvitað atvinnurekendur líka. Þegar allt fer í bál og brand sem heyrist stefna í bara. Heldur það? Já, ég held það. Eins og stefnir ekki í það, en ég meina, mér finnst, auðvitað ætti alltaf að fara í bál og brand með þann kostnað sem launafólk þarf að taka á sig í þessu þjóðfélagi. Þannig sem náttúrulega felst öðru fremur í þessum húsnæðismálum hávaxtastefnunni. Talandi bál og brand, það allt í klessu á vettvangi saksóknar yfirvalda á Íslandi. Það ekki nóg að Sigríður Friðjónsdóttir hleypi ekki Helga Magnús aftur inn á skrifstofuna og ráðherrann ræður ekkert við þau tvö. Nú sérstakur saksóknar í einhverju úlfakreppu. Þú tókst viðtal við Jón Óttar Ólafsson, njósnara með meiru. Rannsóknarlögreglumaður fyrir hann. Þessi frásögn sem að hann ber þetta borð þannig að maður stóð bara opinmyndur yfir þessu. Já, svo sannarlega. Þetta var algjörlega sláandi og raun og veru varpa bara ljósi á að fyrst og fremst að starfshættir sérstaks saksóknara á hrunmálum eftir málum hrunsins hafa verið með þvílíkum ólíkindum að ég held að dugi ekkert minna til heldur en að stofna aðra sérstaka rannsóknarnefnd Alþingis til þess að fara yfir bara hvernig þessi mál voru afgreidd þar. Á sínum tíma þá þessi rannsóknarlögreglumaður kærður fyrir athæfi sem í raun og veru sérstakur saksóknari virðist hafa ástundað sjálfur eða starfsmenn hans með fullu samþykki. Ertu að tala þá það bara viðtækt samráð sérstaks saksóknara með prívat aðilum eða semi-prívat aðilum eins og slitastjórnum og þrotabúum, lögmannsstofum eftir atvikum í sókn gagnvart ætluðum sakamönnum og það auðvitað bara þú þurft ekki vera sérstaklega löglæru til þess að átta á því að það hljómar mjög skringilega og svo hef ég heyrt löglæra menn bara lýsa því að þetta sé bara kolólöglegt. En þetta, ég tók viðtal við Jón Óttar og er búin að sjá gögn frá honum tölvupósta sem að sanna bara að þessi háttur var hafður á. Ein lýsingin það sem að og ég tek fram að ef að maður myndi lenda í þeim óskund að verða hleraður þá það mjög þungbært fyrir persónuna. En miðað við lýsingar hans að þá verið sérstakur saksóknari að hafa verið í samkrulli við einhverja lögmenn og slitastjórnir það hvenær ætti að hlera menn þannig að það hefur eitthvað fólk út í bæ haft vitneskju það þegar verið að hlera síma. Já, það eins og ég segi þegar slitastjórnir eða lögmannsstofur voru að hefja málsóknir að þá voru þeir í samkrulli með saksóknara sem að þá lá á hleri til þess að heyra viðbrögð sakborningana þegar þeir fengu á sig ákærur og slíkt og þetta allt bara, á þessum tíma þetta verður þið bara öll að viðurkenna held ég að þjóðfélagi var bara einhvern veginn í liði með sérstökum saksóknara og það þótti allt eðlilegt þó að þessi lögmenn þessara sakborninga voru að reyna að andmæla og tala réttarmorð eða sem sagt skort á sanngjarni málsmeðferð að þá hlustaði enginn á það en ég held að það sé að renna upp fyrir okkur núna að þarna hafi bara verið verulegur brestur á réttlátri málsmeðferð fyrir sakborninga
og það kristallast í þessari frásögn Jóns Óttars hvernig var haldið á spilunum þarna og svo eru þetta bara með ákveðnum ólíkindum að það virðist samkvæmt því sem þarna kemur fram að þá þegar að þetta kemst í hámæli á sínum tíma eða það að segja þegar verjendur sakborninga fara að setja út á það að eru starfsmenn sérstak saksóknara að vinna með slitastjórnum á sama tíma í samkurli að þá fer í gang ákveðin fletta sem spunnin af sérstökum saksóknara sem að snýra því að einangra vandamálið og láta eins og það hafi bara verið 2 menn sem hafi gert einhvers konar svona rók útsendarar og þeim hent undir rútuna. Þannig að kerfið var bara allt í þessu? Já, þegar kerfið var allt í þessu og tölvupóstar og gögn sína að svo var en til þess að halda andliti og bjarga embættinu sem þeirra meti það sem gríðarlega mikilvægt og það einfalt reiknistæmi hvort þau að láta sérstakann saksóknara að fara í vaskinn og með öllum þeim málum sem við erum að halda á eða hvort þau að láta bara 2 starfsmenn okkar skýtt með líf þeirra og fjölskyldna og allt það bara láta þá bara undir rútuna og kremja þá gjörsamlega. Það það sem gerist þegar Ólafur kærir þá til ríkissaksóknara árið 2012 en ríkissaksóknari skoða málið og þeir geta auðvitað bara sýnt gögn og tölvupósta sem að sýna fram á að þetta var allt þetta var ekkert brot á okkar hálfu. Málið bara fellt niður en hefur enga eftirmála samt sem áður sem ríkissaksóknari hefði átt að fara út í hér er eitthvað gruggugt búið að vera í gangi. En það hefur þetta eftirmála núna sem ég segi saksóknar valdið í landinu einhvern veginn í mikilli kreppu bara út frá fréttum sem að ég les eins og þú og aðrir varðandi þessar hleranir og meðferð þessar upplýsinga þetta að koma kannski upp úr dúrnum að við hófum bara einhvers konar nornaveðar eða var þetta hinn spænski rannsóknarréttur endurfættur hér eftir hrunið? Nú ég ekki sé þetta viðtal og kannski ég er aðeins búin að missa þráðin í þessum fréttum frá því að þetta fór á stað þarna í ríkissjónvarpinu en ég held að það væri svolítið þung orð þetta var auðvitað ofboðslega flókin tími í íslensku samfélagi og þetta var svakalegt uppgjör sem var pólitískt, lagalegt, siðferðilegt og allt undir og sérstakur saksóknari auðvitað takast á við verkefna stærðargráðu sem enginn hafði tekist á við áður og verið þetta fengin inn alþjóðleg ráðgjöf og annað slíkt en á þessum tíma, ég var nú tíma starfaði sem aðstofamaður dómsmálaráðherra þannig ég var inn í sem hét þá innanríkisráðuneyti Ögmundi var nú nóg boðið með þessar hleranir og reyndi að setja því skorður á sínum tíma. Já, það sem bara rétt í þessu á þessum tíma var þú veist, þarf dómsúrskurð fyrir hlerunum þá eins og núna en það var svona svolítið með bara almennt rannsóknaraðferð lögreglu og óbúslega mikið á reiki hvað má gera og hvenær og hvernig. Það nú dæmi það að dómari hefur veitt húsleitarheimildir í fyrirtækjum sem ekki eru til. Já, það þekki ég ekki. Og þessar símhlustanir eða hleranir, ég sá einhvers staðar eitthvað tölfræði það, þetta voru bara 98,9% tilfella sem að dómarar rendu því í gegn spurningalaust. Þannig að það bara segir okkur að þetta var eitthvað óeðlilegt. Ég held hreinlega bara að sé öllum ljóst að í dag og lítum tilbaka að þarna á sér stað bara svona enn eitt síðafárið þegar við sem þjóðfélag einhvern veginn erum á einni línu narratífu öll sammálum hvað er rétt og erum ekki til að skoða neinar aðrar hliðar og þá bara myndast svona einhver stemning þar sem að í þessu tilfelli því miður virðist bara reglum réttaríkisins vera svolítið kipt úr sambandi og það er bara ekki gott mál. En ástæða til, nú verið að tala um að setja á laggirnar sérstaklega rannsóknarnefnd Alþingis út af þessu, Sigríður Andersen var hér í síðustu viku fyrir dómsmálaráðherra og sagði ef einhvern tímann hefur verið ástæða til þess þá er það núna. Er nokkuð að óttast í því að menn bara fara nú saumana á þessu? Er þetta ekki það stórt og mikið umfang í okkar sögu og okkar þjóðarsál? Já, ég átta mikið alveg á hvort það er til þess, það getur vel verið. En ég myndi, þá er þetta auðvitað stærra mál þegar kemur að rannsóknarheimildum og rannsóknaraðferðum lögreglu og það að því að eitt voru þessi bankamál en síðan hefur við verið með skipulega glæpastarfsemi sem hefur verið til rannsóknar. Þú veist, það komu bara upp upplýsingar að einstaklingar í einhverjum umhverfisverndarsamtökum voru eldir á lögreglunni án þess að það væru grunaður og nokkuð misjafnt á þessum árunum rétt fyrir hrun. Þannig að það eru svona alls konar mál sem er alveg sjálfsagt að tala um. Það sem ég held að skipti kannski mestu máli er
á þessum tíma, og það er rétt að Ögmundur var að reyna að skerpa á, á rannsóknarheimildum og lögreglan var alltaf að kalla eftir forvirkum heimildum og notaði mjög mikið þessi skipulegu glæpasamtök sem svona átillu til þess að reyna að fá þær. En það var hins vegar, það varð maður að hlusta á, af því að hér voru, Hells Angels voru að koma sér fyrir á landinu, það voru og einhver sem hefur einu sinni setið með aðstandendum ungra manna sem að lenda inn í ringuðu þessara samtaka og hefur einhvern tímann orðið vitni af þeim ofbeldisverkum sem svona samtök beita, að auðvitað vill maður hlusta og bara það verður að gera allt til þess að stoppa þetta og stoppa þetta í fæðingu. En það sem hann reyndi að gera var að reyna að hafa rosalega skýrleika, til dæmis að hengja auknar valdheimildir lögreglu við þá grein hegningarlega sem fjallar beinlínis skipulega brotastarfsemi. Langflestir á þessum tíma innan réttarvörslukerfisins, hvort sem að það voru dómstólar, lögreglan, ákærendur, jafnvel verjendur, vildu hafa heimildirna miklu matskendari. Og það átti bæði við þessi mál sem að kröfðust dómsúrskurðar, en líka reglugerð, rannsóknaraðferðir lögreglu, sem í rauninni allt sem að lögreglan getur gert sem að, þú getur gert, skilurðu, ég meina við getum farið og elta eitthvað fólk og reynda að fylgjast með því og eitthvað slíkt, en það hins vegar þarf að vera ramm það hvenær lögreglan má gera það, skilji. En nú bara eitt dæmi sem Sigurður G. Guðjónsson hefur nefnt, Einar Sveinsson fjárfestir, hann hleraður, hafði ekki réttarstöðu grunarsmanns, svo fréttir hann þá út í bæ að það verið að spila þessar hleruðu upptökur í yfirheyrslum yfir einhverju fólki út í bæ. Við borgararnir hljótum bara að segja, heyrðu, hingað ekki lengra. Já, núna í rauninni, í dag talsvert svona stífar eftirlit með þessu sem átti sér uppruna í þessari vinnu sem Ögmundur sett af stað. Hann reynda vildi líka fá einhvers konar aðkomu Alþingis, að það væri svona eftirlit með þessum valdheimildum líka á vettvangi og notkun þeirra á vettvangi Alþingis. Og þá náttúrulega ekki með einstaklingum. Það þó ekki stífar en svo að þetta dæmi sem ég tók þar sem að dómari við Héraðsdóm veitti húsleitarheimild í einu svokallaða samherjamáli gagnvart fyrirtæki sem ekki til. Þannig að þeir virðast bara... Ríkissaksóknari á að hafa eftirlit með hvernig þessu beitt. En dómararnir verða auðvitað líka að rísa undir sínu hlutverki. Að sjálfsögðu, það þurfa náttúrulega bara allir innan réttarkerfisins að gera það. Þegar kemur að, valdheimildir lögreglu eru bara mjög alvarlegt mál. Þetta stór mál, hvort sem að hlera eða elta eða fylgjast með eða hvað það er. Það þarf að vera hægt að gera þetta í ákveðnum tilfellum og við eigum að geta verið sammála um það, en við eigum líka að geta treyst í að þær séu réttnotaðar og núna þetta alveg þannig að skilst mér, ég vinn ekki í lögreglunni, að það lokkast miklu meira hvað þú ert að gera, það miklu meira svona rafrænt fótspor af öllu sem þú gerir heldur en var á þessum tíma. Ég held, eins og Halla var að segja á hana, þetta verkefni sérstaks saksóknar á þessum tíma var gríðarlega sérstakt og umfangsmikið og tímarnir voru bara mjög sérstakir og það eitt og sér bara gefur fullt tilefni til þess að við skoðum þetta bara með svona kaldari gleraugum í dag. Yfirveguðum hætti. Já, yfirveguðum hætti, af því að við þorrum okkar á þeim tíma eins og ég nefndi, fyrst almenningur var bara með í þessu og sérstakur saksóknari gat haga málum bara nánast eins og honum sýndist með stuðningi almennings og stofnana og svo framvegis. En við sjáum til dæmis bara þegar Kveiksþátturinn kemur daginn þar sem er sýnt frá því hvernig á þessum tíma voru einkaspæjarar að njósna Milla Bjarna og einhverja kalla bara að fylgjast með þeim hvert voru að fara, hvort þeir væru í samkurli í málsókn gegn Björgóli Tór Björgósinni og við auðvitað samfélagið hneykslast alveg yfirgengilega á þessu en það skulum ekki gleyma því að á þessum sama tíma þá voru slitastjórnir sem almenningu studdi eða voru í liði með og þessi sem í opinberu aðilar sem það eru að ráða einkaspæjara utan úr heimi, kroll og það þótti bara í góðu lagi. Þeir voru að gera nákvæmlega það sama og við sáum þessa einkaspæjara að gera í Kveiksþættinu fyrir 2 vikum. Það mjög eftirminnilegt atvik sem ég ætla bara að segja ykkur frá. Ég tók viðtal við mann inn í þessu kerfi sem átti í höggi við mjög valdamikla menn erlendis frá og ég settist niður með honum, var að taka við hann blaðaviðtal, nota bene. Og áður en við hófum samtalið, þá sagði hann hátt og snjallt, ég vil að þú vitið það Stefán, að ég geng út frá því að þetta samtal okkar sé hlerað og að þetta sagði hann hátt og snjallt með í annarri tíðni vegna þess að hann vildi að hljóðnemarnir sem að gekk út frá því að væru þarna einhvers staðar. Þetta skuggalegt sko. Það var ekki bára á klausturbarið eða eitthvað slíkt, það var held ég kroll. Rétt í lokin, Halla, þið voruð með mikla hátíð í gær, fyrirtæki ársins, ég þekki það í raun að þetta er svona mikil uppgjöruhátíð, er hugur í fólki, hvernig
Þið eruð í raun og veru að verðlauna fyrirtæki sem að skora hátt meðal ykkar félagsmanna. Já, það sem eiginlega áhugavert þessa könnun sko, hefur búið að framkvæma hana í meira en aldarfjórðung. Þannig að við erum komið svona samanburð langt aftur í tíman og við í rauninni sendum könnunum á okkar félagsfólk. Fyrirtæki geta óska eftir því að hún sé senda á fólk sem ekki í okkar félagi og borga þá aðeins fyrir það. En en að öðru leyti sko ræður fyrirtækið einhvern það hvort að könnunin senda á félagsfólki eða ekki. Þannig að þetta er ekki svona fyrirtækjadrifin könnun. Þetta er ekki við ætlum að vera með í þessu. Þetta er félagslegt. Já, og það er bara, þannig að þetta er algjörlega starfsfólkið sem þarna er að verðlauna og viðurkenna sín fyrirtæki. Og og bara óbúslega gaman að, þú veist, það er auðvitað, ég verð að segja bara sem formaður stéttarfélags, þá að gleðum alltaf óheyrilega að hitta starfsfólk sem er ánægt í sinni vinnu, sem að finnst búin virðing fyrir þeirra störfum, finnst gaman að mæta á morgnana og upplifa sem hluta heild og það er þannig mjög marga vafferfélaga og það finnst mér ótrúlega dýrmætt og það er gaman að vera með einhver svona leiðir til þess að varpa ljósi á það og veita því viðurkenningu athygli. Það er gaman þegar vel gengur og þarna eru fyrirtæki sem að skora hátt ár eftir ár þannig að menn að gera góða hlut og hægt að læra þeim veit ég. Það gengur líka vel hjá ykkur. Það fjölgar hratt núna í félagsmannahópnum hjá ykkur. Heinemann, þýski verslunarinn sem var að taka yfir fríhöfnina er núna orðin einkaaðili í smásölu með áfengi sem er dálítið áhugavert í skjóli ríkisins. En það er annað sem þeir gera. Þeir skikka sína starfsmenn til þess að gangi í vaffer í stað þess að vera í sameign. Er það ekki rétt? Er það ekki rétt munað hjá mér? Já, það er svona þeirra tillaga og ég hef ekki átt í neinum viðræðum við Heinemann sjálf og við hefum ekki átt í neinu svona formlegu samtali en auðvitað eru þetta leifar á þeim tíma þegar fríhöfnin var opinber og þarna ertu með fullt af starfsfólki sem hefur verið í sameigi allan sinn starfsaldur og heldur því áfram þegar þetta er OHF vætt og það er í gildi kjarasamningur milli á vettvangi sameigis sem að gildir þessi störf og það er bara lykilatriði að þau kjör og réttindi sem þar eru niðursett haldi og En þú fagnar þessari einkavæðingu, er það? Þetta var gildmálið. Alveg, ég geng beint í ægir mótinni. Ég held að svo sem ekki það var sérstaklega skoðun þessar einkavæðingu. Mér finnst bara aðalatriðir að þarna er hópur starfsfólks og það þarf að tryggja að þeirra réttindi og kjör haldist. Mér finnst það vera lykilmál. Nú er það þitt vandamál sem það var ekki áður. Já, það er alveg skýrt okkar hálfu að þessi kjarasamningur gildir þennan hóp. Þannig að það er ekki þannig að Heinemann, að fólk fara að greiða laununum sínum með vaffer og það gildi allt í einhver annar kjarasamningur. Þetta er kjarasamningur sem gildir þessi störf og það er bara líkilmál. En þínir kjarasamningar ekki betri heldur en hjá sameigi? Hvað sér þið? Þetta er sérkjarasamningur og það eru bara ákveðnir hlutir sem eru bara fínir í honum og það eru mikið af sérkjarasamningum upp á velli. Þetta er fyrirtækjasamningur? Já, sérkjarasamningur, já. Og það er mikið af sérkjarasamningum upp á flugvelli. Þetta eru svona svolítið sérstakar starfsaðstæður og það er kannski ekkit endilega hægt að taka bara fyrirkomulag úr verslunum svona almennum verslunum og slengja því þangað. Þetta er mjög sérstök verslun. Já, þetta er mjög sérstök verslun og sérstakt starfsumhverfi og það virðist vera þannig að fólk sem fer að starfa á svona flugvelli, það vill bara vinna á flugvellin. Þetta er bara eitthvað svona veröld inn í þessari veröld, mjög forvitnilegt að kynnast því. 9 milljóna samfélag á ári, hvorki meira minna. Nefnitt. Frosti Lóðarsson, Halla Gunnarsdóttir, takk kærlega fyrir komuna. Gaman að hitta ykkur bæði tvö. Sömuleiðis, takk. Við erum hins vegar ekki hætt á þessu vettvangi. Öðru nær. Við ætlum að setjast núna niður eftir örskamma stund við Andrés Magnússon og Hermann Ökku Gunnarsson og við ætlum að fara yfir sveitarstjórnarkosningarnar sem eru framundan, það er að segja að ári liðnu og að því loknum þá eru það Marinóður Tryggvason og Jón Bjarki Bensson. Hvern langar þig að hitta í dag? Pennin Eymundsson. Ristnan á leiðinni niður. Gott eða slæmt? Cardio. Einfaldari útgjöld. Komdu og reynslaktu glænýjum Toyota Land Cruiser 250 hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra. Komið sæl að nýjum. Í dag er 16. maí og það var í sjálfu sér ekki frásögu færandi nema fyrir þá staðreynd að í dag eru sléttir 365 dagar í að við göngum að kjörborðinu í sveitarstjórnarkosningum.
Við vitum auðvitað ekki hvort við komum að kjörborðinu fyrir þann tíma, við höfum nú lent í því áður við Íslendingar en það eru þá á sviði landsmálana en allavega liggur fyrir að sveitarstjórnirnar munu skipta lit og lögun að ári liðnu. Ég fengi hingað 2 góða sérfræðinga sem að ég geng út frá að verði með mér í því að fara yfir þau mál að ári liðnu. Það eru þeir Andrés Magnússon og Hermann Nökkvi Gunnarsson og við ætlum í raun bara hér og nú að hefja kosningabaráttuna. Það er ekki seinna vænna. Komið þið sælir. Heilur og sælir. Ef ekki hafa þetta bara svo í Bandaríkjunum, hafa þetta að minnstakosti 1 ár. Að minnstakosti? Að lágmarki. Já, það menn hljóta að vera að setja, eða gera sig klári í bátana víða landið núna þegar þetta fer að tikka innan ársins. Jú, ekki bara víða landið, vegna þess að sko flokkarnir eru líka að setja sig í stellingar og reynda að byrja þeir. Við sáum þar að Samfylkingin var með landsfund ekki fyrir löngu. Þar talaði fólk opinskátt það að þeir ætluðu að bjóða fram í fleiri sveitarfélögum undir eigin nafni heldur en hafa gert fram að þessu og það er verið að vinna í því og það er eftir töluvert að slægjast þar. Ég veit að sjálfstæðismenn eru sömuleiðis að huga bæði að framboða náttúrulega í ýmsum að þessum sveitarfélögum þar sem eru sterkir eða þar sem telja sig þurfa að vinna eitthvað en þeir eru líka að horfa á landið og velta fyrir sér hvar eigum við möguleika að sækja fram bjóða fram undir eigin nafni vegna þess að það eru auðvitað þannig í mörgum sveitarfélögum þar eru þessir flokkar ekkert virkir. Í sumum býður engin hefðbundin stjórnmálaflokkur fram þetta eru kannski lokalistar eða jafnvel óhlutbundin kosning þar sem bara fólk ver fram í eigin nafni. Já, þótt að þetta sé 1 ár til stefnu þá er þetta stutt í tími, við erum auðvitað að fara að detta inn í sumarfrí þar sem að er frekar rólegt á sveitarstjórnarstiginu. Menn í haust fara að hugsa það hverju verða á framboðslistum í byrjun árs faraði síðan í uppstillingu og prófkjör og síðan er bara baráttan það sem eftir lifir. Þetta er rétt það sem að Andrés minnist á með Samfylkingunum, maður heyrir það þeir eru að halda aðalfundi núna á félögum í sveitarfélögum þar sem þeir hafa ekki boðið fram áður. Það veitir kannski af, þeir eru mjög fáa bæjarfulltrúa þannig séð á landsvísu og ég held að við munum sjá þá eflaust stækka mest í sveitarstjórnarkosningum, það er fyrst að spá hérna árið kosninga, þeir munu bæta verulega vissi. Við getum kannski fengið upp á skjáin aðeins tölur sem sýna okkur þessa fulltrúa sem að flokkarnir eru með. Fjölda bæjarfulltrúa á landsvísu. Þar gín sjálfstæðisflokkurinn auðvitað yfir en Framsóknarflokkurinn mjög sterkur. Þetta er dálítið sögulegt. Þetta er sögulegt. Þarna eru þessir gömlu burðarflokkar sem eru mjög sterkir víða land, hafa mikill sögu að byggja, meðan að yngri flokkarnir hafa ekki náð sér á strik með sama hætti. Og ef við skoðum, bara þessar tölur hérna, við sjáum að Framsóknarflokkurinn er með 69 sveitarstjórnarmenn, Sjálfstæðisflokkurinn með 113, það er næstu helmingurinn af þessum. Þessar tölur er samt sem aðra eilítið villandi vegna þess að það er það bil 2-faldur fjöldi sjálfstæðismannanna þarna sem eru engum flokki merktir, eru í eigin nafni eða á einhverjum staðbundnum listum. Þannig að þetta er eilítið villandi. Sjálfstæðisflokkurinn er ekki með 47% allra sveitarstjórnarmanna í landinu eins og þetta geti gefið til kynna. Samfylkingin sem er burðarásin í pólitíkin í dag með forsætisráðuneytið stærstur úr þingkosningunum í haust. Þetta er í raun ótrúlegt að sjá þessa samsetningu þegar þetta setja í þetta samhengi. Já, og það verður svolítið að taka til því að staða Samfylkingarna bara á landsvísu í fylgismælingum eru auðvitað mun verri á þessum tíma heldur en núna. Þeir eru að mælast með kannski 30% á landsvísu og auðvitað, það má ekki gleyma því að þó að sveitarstjórnarkosningar séu auðvitað bundnar hverju svæði fyrir sig, þá er þetta oft líka leið fyrir kjósendur til þess að dæma til dæmis ríkisstjórnarflokkana. Þannig að ef það hefur verið óvinsæl ríkisstjórn þá hafa stjórnarflokkarnir á sveitarstjórnarstiginu oft þurft að borga fyrir það. Það hafa komið upp mál sem að hafa reynst flokkunum erfið. Í síðustu sveitarstjórnarkosningum var nú Íslandsbanka sala einhvern veginn vomandi yfir öllu. Það reyndist mjög erfitt fyrir mörg sveitarfélög. Man heyri það alveg að menn sem voru að gera mælingar fyrir sjálfstæðisflokkinn í sveitarfélögum tóku bara eftir muni fyrir og eftir Íslandsbankasöluna á fylgi í til dæmis Reykjavík, Reykjanesbæ og síðan hefur maður heyrt hvernig umræðan var í minni sveitarfélögum þar sem kannski er ekki gerað formlega kannanir en fólk fann alveg að það hafði áhrif. Og kannski bara skipt miklu máli. Maður heyrði á sjálfstæðismönnum Reykjavík, þeir töldu að þetta hefði kostað sér lágmark 1 mögulega 2 menn. Í Hafnarfirði þá bara það endaði með því að Rósa færði sig yfir í landsmálin. Hún telur bara að hún hafi í raun og veru mist bótana eru út af þessu. En það er líka áhugavert að skoða Framsókn, rótgróinn flokkur og sterkur á sveitarstjórnarstiginu, en það sem hjálpaði Framsókn líka síðast að það var mikil sveifla með þeim. Við sáum það að þeir voru að sækja í sveitarfélögum eins og Reykjanesbæ 22-23%, voru að sækja í Reykjavík 18%. Einar Þorsteinsson vinnur stór sigur og það sem gerist í borginni litar svolítið andrúmsloftið heilt yfir, vænti maður.
Algjörlega, og maður svona, ef maður myndi miða við stöðun í dag, þess að mælast með á landsvísu kannski 7% þeir eru auðvitað sterkar á sveitarstjórnarstiginu, en þá maður hissað að myndi fá sama fjölda núna ári liðinu ef ekkert breytist. Og framsóknarmenn vita þetta þegar maður tala við á til dæmis í Reykjavík, þeir það vil gera ráð fyrir því að þeir þurfi svona bara nánast að byrja upp á nýtt sko, að fara af stað og ég telja að þeir geti sko náð kannski 2 mönnum á góðum degi. Þannig að það eitt og annað eftir þarna. En þegar að Samfylkingin að ráðgera þetta að nota sér vinsaldir formannsins og þau eru í forsætisráðuneytinu og svo framvegis, það meira en að segja samt sem áður. Víða um land taka Samfylkingin með þátt í ýmsum listum sem kannski eru búin að vera þar í einhver kjörtímabil og það erfitt að flytja sig út úr þeim. En svo megum við ekki heldur gleyma því að víða eru þessi staðbundum mál svo sterk að þar eru menn kannski að rífast hvort að vegurinn eigi að liggja fyrir ofan fjallið eða neðan og það getur sko raðast eftir ekki þessum flokkum, það getur bara verið eftir mönnum eða sko hvorum enn í bænum þeir vinna. Það hefur talsverður titringur verið gagnvart ríkisstjórninni á sveitarstjórnarstiginu út af veiðigjaldafrumvarpinu. Arna Lára Jónsdóttir fyrir bæjarstjóri Ísafirði færi sig í landsmálin og það eru fleiri dæmi þetta og maður heyrir að það titringur. Verður þetta mál ofalega á baugi haldiði að ári liðnu þegar að ríki verður sest eða eru þau að klára þetta réttum tíma þannig að þau verður með þetta bara í eiginlega skottinu? Ég tel það afar ólíklegt, ég held að startið sé bara að þú horfir á hvernig þjóðfélagi lítur á þetta veiðigjaldafrumvarp, stór hluti styður frumvarpið og það verður svolítið erfitt held ég eftir ár að reyna að heimfara þetta einhvern veginn yfir á sveitarstjórnarstigið og ég held að frambjóðendur munu þetta í fremsta megni ekki reyna að plata sig út í einhverja veiðigjaldaumræðu, eitthvað sem að sveitarstjórnarstigið hefur þetta ekkert að segja, þetta bara ákvörðun ríkisstjórnar, þetta frumvarp ríkisstjórnar. Já, ég ekki sammála þetta, ég held einmitt að fyrir eins og Arna Láru að þetta verði sko notað gegn Samfylkingunni fyrir vestan, að mennum muni segja sem svo, allar þessar viðvaranir, það koma á daginn, að það hefur minkað hérna landvinslunni, það fluttist 5 störf þangað eða hingað eða eitthvað, þetta var lagt niður og svo framvegis, vegna að þá verður þetta að byrja að koma fram, en það sem meir Dagur B. Eggertsson, gamli borgarstjórinn sem að manni sagt að sé í þingflokki Samfylkingarinnar, hann var bara að sko hóta því að þessi breyting á veiðigjöldum sem við verið að gera núna, 2-földun veiðigjalda, að þetta væri bara fyrsta skrefið og þegar kemur að kosningunum á ári, þá verður menn byrjaðar að ráðgera hvað eigi að leggja meira á. Þá verður menn komið með reynslu og það getur reynst erfitt fyrir ríkisstjórnarflokkana í þessum sjávarplássum. Það einmitt fleiri flokkar í ríkisstjórninni heldur en Samfylkingin. Viðreisn sjáum við með örfá fulltrúa, hvað þetta í heildina? Þeir eru ekki með neitt, þeir eru með 5 fulltrúa í heild. Sko. Flokkur fólksins áþekkar tölur þar. Þetta eru flokkar sem eru stóri og myndu, þeir eru við völd í landinu, þeir hljóta vilja líka leggja áherslu á það að bjóða fram í eigin nafni. Viðreisn maður kannski sér í síðustu kosningum, þá náður landsbyggðarþingmann í hverju kjördæmi, þannig að vera áhugavert hvort að sú dýnamík hjálpi þeim eitthvað í sveitarstjórnarkosningunum. Staðreyndin samt svo að sveitarstjórnarstigið aðeins íhaldssamara þegar kemur að kosningum og maður hissa að myndu fara að ná mikið af bæjarfylgjurum á landsbyggðinni. En þetta auðvitað, eins og Andri sem búin að minnast á þetta, það auðvitað hellinga þessum bæjarframboðum í raun og veru sem ekki undir merkjum þessara stóru flokka. Sem dæmi nefni í Reykjanesbæ ertu með beina leið sem í meirihluta þar og það raun og veru bara Viðreisnarframboð. Guðbrandur Einarsson var einn af stofnendum þess framboðs, núverandi oddviti, frambjóðandi framkvæmdastjóri þingflokksins hjá Viðreisn. En munu menn vilja þá klæða til þennan búning áfram? Það er ekki augljóst að munu bæta við sig, sko. Ég held að menn munu þurfa að meta það líka, hvort þeir telji að þeir geti bætt við sig fylgi og haft þannig meiri áhrif og það er ekki endilega augljóst. Það veldur svolítið sko á styrk flokkana, ekki endilega hvernig er að standa sig í landsmálum, heldur líka bara þessi batteri. Við höfum séð allir með þess að Sjálfstæðisflokkurinn hefur farið út í það að fara í kjördæmi eins og Hrunamannahreppi að búa til lista þar sem var ekki listi fyrir. Náttúrulega á Suðurlandi mikið af fólki sem hægra minni í lífinu. Þeir fóru fram og gekk ágætlega en náðu ekki meirihluta og þeir bara bættu í og náðu meirihluta næst. Sýndu að þetta skipti máli. En sko þeim var ekki bara að nýtast það að geta verið með XD í barminum eða bæklinga í sama útliti og restina af flokknum. Nei, þeir voru að sækja einmitt í reynslu og þekkingu og gátu svolítið sko mennta sig í sveitarstjórnarmálunum þannig að þeir voru að koma miklu sterkari inn í þá umræðu og ég held að það er við víðar og á allt eins við hjá hinum flokkunum.
Það var klókt líka í Hrunamannarhreppi, þeir eru með lista sjálfstæðismanna og óháðra. Þannig að þeir taka með sér fólk líka sem ekki endilega bara sjálfstæðismenn og ég held að muni sjá það sérstaklega í Samfylkingunni þegar hún fer að fjölga framboðum og hún verður ekkert endilega með bara listi Samfylkingarinnar, hún verður með lista Samfylkingarinnar og óháðra til þess að draga með sér bara kratan alla. En það ekki bara leikur á orðum frekar en annað? Já, hefur áhrif, getur haft áhrif. Það getur alveg sko... Akkur bjóðu það ekki allir fram undir nafninu Framsóknarmenn og óháðir? Það nú bara töluvert það vegna þess að ef menn í litlum plássum og vilja kannski fá skólastörna með sér á lista. Vonvist erfitt að fara inn og merkja sig einhvernum flokki en það getur mjög auðvelt fyrir að segja já en ég óháði maðurinn sko sem við erum að tala. Hann óháð á söfnunum? Já. Flokkur fólksins, hafa þau burði styrkt til þess að fara að bjóða fram í öllum helstu sveitarfélögunum? Þykir það ólíklegt og sérstaklega bara miðað við stöðu flokksins akkurat í dag. Hann búinn að hrynja í könnunum síðan að þeir fóru í ríkisstjórn. Maður verður bara svolítið að sjá hvernig staðan verður eftir ár. Maður hefur ekki... Hvað eiga peningum heldur? Nei. En maður hefur ekki séð það að séu mikli flokksinnviðir þarna í flokki fólksins og ég sá það líka bara svolítið í Ásthildar Lóumálinu að hún var kannski ekki með neitt bakland til þess að styðja við hana þarna á þessu tíma. Þannig að ég á eftir að sjá það að flokkur fólksins bjóði fram í mörgu sveitarfélögum. Ég myndi frekar horfa á miðflokkin sem að í stjórnarandstöðu og svolítið að berja mönnum. Landsbyggðartengdur? Landsbyggðartengdur og þeir hafa áður bara staðið ágætlega í sveitarstjórnarpólitíkinni. Þannig að ég myndi alveg gera ráð fyrir því að þeir myndu sækja talsveit í þessu verð. Ég man nú bara kannski eftir kostningunum í Grindavík í síðustu sveitarstjórnarkosningum. Miðflokkurinn auðvitað fær svona eitthvað atkvæði hér og þar, en fær þarna 33% í sveitarfélag og það kom fólki verulega óvart. Þetta svona sjálfstæðismanna sveitarfélag en þeir stiltu fram öflugum lista og fengu 33% fyrir vikið. Það var stemning þar. Flokkarnir sem að dutt út af þingi, menn að þetta var mikið blóðbað hér 30. nóvember, Vinstri grænir og Píratar. Þetta eru flokkar sem að hafa infrastruktúru, eru með peninga, eru með málsmetandi fólk á sínum snærum. Er ekki eina líflína þeirra upp á það að halda sig á floti fram að næstu þingkosningu, hvenær sem þær verða, að sýna einhverja takta í sveitarstjórnum? Þeir eru að meta það þannig, en ég held að það verði svolítið mismunandi gæfan hjá þeim. Fyrir Vinstri græna þetta svolítið bara spurning hvort að þeir halda lífi eða ekki. Þeir eru með alls nýju fulltrúa, en þeir eru svolítið á tvist og bast og þú veist, mun líf halda þessu eina sæti í Reykjavík, heyri ekki að minnst ekki ráð fyrir að þeir sé að fara að bæta neitt við sig. Þannig að þetta getur orðið erfitt hjá þeim, en þeir eiga þó breyka því að þeir eru með flokkskipulag. Mér finnst eins og að hljóður Pírötum einhvern veginn allt öðruvísi Það allur vindur úr seglunum á Sólringaskútunum. Einu möguleiki Píratana í Reykjavíkurborg held ég með Vinstri græna. Ég held að þessi áhugavert að sjá hvort að þeir mögulega ákveða að fara með sósíalistum eða álíka í Reykjavíkurborg í næstu kosningum til þess að tryggja það að þeir hafi eitthvað umboð eftir kosningar. Við sjáum bara kannanir líka bara eftir að VG geta átt að þingi. Ég meina það heyrist ekkert í Svandísi Svavarsdóttur formanninum. Fylgið áfram bara 3%, þannig að ég held að muni líta til þess að bjóða fram mögulega með sósíalistum. Ég sjáðu það líka bara eins og í Reykjavík að Alexandra Brím stærra brand heldur en Píratar í dag. Þannig að hún til dæmis erindi bara áfram á þeim lista. Meikar hann eitthvað sens? Ég ekki viss. Færi sér bara jafnvel til? Já, geta allt gert. Förum aðeins yfir svona helstu sveitarfélögin. Hvar haldið að eldarnir muni brenna? Við höfum séð hörðu átök að sjálfsögðu í Reykjavík, stærstu sveitarfélögin hér á höfuðborgarsvæðinu. Þetta hefur gætið verið spennandi í Vestmannaeyjum. Íris Róbertsdóttir búin að hafa sjálfstæðismennina þar undir núna. Hvar haldið að fókusin hjá okkur verði svona fréttalegar? Reykjavík held ég sé náttúrulega þetta langstærsta sveitarfélagið. Ég held að flestar augu verið þar. Ég meina Hildur sagði nú bara 80 sjálfstæðismanna sagði viðtal nú bara fyrir mánuði síðan að kosningabaráttan væri hafin og við sjáum það að sjáum það líka bara á hvernig hún að standa sig. Hún var í ársreikningum núna í vikunni alveg á fullu og átti bara í fullu tré við allan meirihlutann. Hún greinilega í miklu stuði og það verður fróðilegt að sjá hvort henni endist það í ár, en manni sýnist það nú frekar að hún hefur svona sótt í sig veðrið og greinilega að ná baklandum svolítið með sér. Minnkað umræðan að sjálfstæðismenn muni skipta oddvita í borginni? Ég heyri það ekki lengur. Ég tek nú þetta ekki undir það. Ég held að hún sé ekki alveg búin að tryggja stöðu sinna ennþá. Ég held að hún sé í mun sterkari stöðu núna heldur fyrir nokkrum mánuðum. Ég held að fólk muni alveg eftir því að flokkurinn klofnaði atkvæðagreiðslu borgarlínuna. Ég held að þetta svolítið með að vera oddviti. Þú þarft að taka skítnum þegar það gengur illa en þú líka fara hrósið þegar það gengur vel og ég held að akkurat núna þá hann að styrkja stöðu sína en ég held að menn get ekki litið fram hjá því að þetta hefur verið mjög klofinn borgarstjórnarhópur
og það má þetta deilu það hvort sé henni að kenna eða hinum borgarfulltrúanum, en fólk mun alltaf líta auðvitað á odditan. Þannig að ég held að hún þurfi enn að tryggja stöðu svona eitthvað næstu mánuði og hún ætlar að koma í veg fyrir til dæmis mótframboð, en hún 100% í betri stöðu núna heldur fyrir nokkrum mánuðum. Heldur að verði oddvita prókjör? Ég held að umræðan í Reykjavík, ég tala þannig að það verði leiðtogaprófkjör mögulega, en síðan alltaf kemur það í ljós. Ég held að það getur vel verið að sitjandi borgarfulltrúar muni einhvern veginn leggjast á móti því að það verði leiðtogaprófkjör. Þannig að það held ég bara eins og með Sjálfstæðisflokkinn í Reykjavík, ég meina að það eitthvað sem getur klúðrað kosningum, það verður þið sjálfir, sko. Ég held að það verður bara svolítið að koma í ljós. Við sjáum það samt sem áður, sko, að í þessu öllu að þá hefur það verið Hildur sem hefur leitt þennan slagsvoldið að undanförnu og þó að þarna séu ýmsir ágæti borgarfulltrúar. Ég nefni þennan frábæra borgarfulltrúa Kjartan Magnússon sem er svo skemmtilegt fyrir bróður minn. En samt sem áður það Hildur sem er svolítið að draga þennan vagn, þannig að manni finnst að þessi umræða klofningin í hópnum hún hafi minnkað, en ég held að það muni gerast að það verði hort mjög til oddvitans og einmitt í ljósi sögunar að þá verði jafnframt, sko, oddvitin hafður miklu meira með í ráðum það hvernig á að skipa listan. Það verður áhugavert líka með samfylkingunni í Reykjavík. Heiða Björg Hilmisdóttir, hún föst í sessi eða trygg í sessi? Ég held hún verða bara einfaldlega út af því að hún er borgarstjóri. Ég held að það hafi gífurlega vikt og ég held að það verði erfitt. Hún er mjög sterk innanflokks í samfylkingunni. Ég held að það verði erfitt eitthvað að koma henni í burtu. Nema eitthvað komið fyrir. Hver ætlar að halda því fram að það komi ekkert fyrir á þessu ári sem eftir er? Nei, nákvæmlega, koma alls konar mál upp þarna, en síðan líka bara segjum hún verði oddvitinn. Ég menna það verður spurningin þarna mun samfylkingin á landsvísu ná að draga flokkinn upp eða þetta að fara að skipta máli hver liði listan, því að ég held að sé ekki vafa því að Dagur B. Eggertsson kannski meiri svona sjarmerandi stjórnmálamaður heldur en Heiða Björg. Það er ekki, hún er ekkert mikið að láta fyrir sig fara í fjölmiðlum. Hún er ekki bara heldur, hún er ekki mjög örugg í sínu nýja hlutverki. Að maður bara sér það á málflutningum hjá henni og þegar hún er að standa fyrir málusinu í salnum. Þetta er hvert vandræði málið að þetta öðru. Ég meina, það eru allir leikskólarnir að hrynja eða miklaðir. En Einar Þorsteinsson, verður honum ekki gefinn séns á því að rétta skútuna við? Jú, hann er eini maður þessir eiga. Hérna sem eitthvað svona aðkveður og manni finnst að hann hafi nú tekið þessu freka kallmannlega hvernig hann gengur út úr þessum meiri hluta og það misrunast hjá honum að mynda nýjan, en hann lætur það nú ekkert á sig fá og bara heldur áfram. Helga Þórðardóttir í Flokki fólksins, systir Sigurjóns, svo tölum áfram systkin í pólitík og ekki. Er hún kandidatinn sem að Flokki fólksins mun kera eða munu þau leita að einhverjum þekktum kandidat? Þeir munu vafalegt leita að einhverjum öðrum, en mér skilst að hún hafi nú þegar gefið út að hún líti ekki á þetta sem sitt framtíðarstarf. Ég velti líka fyrir mig hvað kjósendur Flokk fólksins hugsa. Ég menna Flokk fólksins hefur nú svolítið bara verið að taka stöðu með sjálfstæðismönnum í minnihlutanum hingað til gegn meirihlutanum og segja faraði í þetta samstarf. Ég einhvern veginn efast það að kjósendur Flokks fólksins hefur verið að búast við samstarfi við Samfylkinguna, Sósíalista, Vinstri græn og Pírata. Síðan eru fleiri sveitarfélög. Við horfum aðeins á kragan, sko, að við lítum til Kópavog sem var nú að halda upp á afmælið sitt og Ásdís Kristjánsdóttir er bara þar eins og drottning í ríki sínu. Fór ekki fram hjá neinum manni að bærinn er 70 ára, nei, ekki 70 ára? 90 ára. 90? Nei, 70 ára. Þú er 90 ára. Jaha. Nei, en hérna að sko, hún hefur náttúrulega bara styrt stöðu sína enn frekar. Í Mosó að maður heyrir nú ekkert úr Mosfellsbæ. Nei, það er voða lítið að frétta en maður hefur á tilfinningunni að þar verði svolítið bitist í kosningunum. Það náttúrulega breyttist meirihlutin síðast. Það gerðist mjög mikið vegna þess að framsóknarmennirnir sóttu ákvæmlega þessi veðrið. Það kann að vera allt búið núna, þannig að mögulega gerist eitthvað þar, en Hafnarfjörður er staðurinn sem við viljum fylgjast með. Rósa hún er hætt sem bæjarstjóri og ég er að fara að draga sig út úr þessari bæjarpólitík allri. Þar voru framsóknarmenn líka sækja sig veðri í síðustu kosningum. Það er óvíst að það getur. Maður heyrir með sjálfstæðismenn í Hafnarfirði, það er bara menn er að leita á oddvita og þeir viti ekki hver á að taka við keflinu. Það var einhver misjöndu hallabilding í fulltrúaráðanna fyrir nokkru viku síðan. Menn eru greinilega að reyna að fara í einhverja breytingar, en síðan ræðum að við sjálfstæðismenn í Hafnarfirði viti ekkert hver að taka við keflinu. Menn hafa nefnt Orra, en síðan hafa sömur nefnt við þurfum hérna nýjan og ferskan leiðtoga til þess að leiða listan. Þannig að það verður mjög áhugaður framöndan. Skarphéðinn Orri Björnsson, hann er svona þessi náungi sem tekur við, er þarna bara í röðinni og kann þetta allt saman. Hann er náttúrulega öflugur í atvinnulífinu líka, þannig að maður veit ekki, getur hann gefið sig að bæjarpólitíkinni af þeim krafti sem þyrfti, það er óljóst. En þeir þurfa augljóslega að fara að útskýra það fyrir bæjarbúum hvernig ætlið að hafa þetta
vegna þess að kratarnir náttúrulega líta á Hafnarfjörð sem eitt af sínum gömlu sterku vígjum og vilja sækja enn frekar í sig veðrið í síðustu kosningu fengu 29% sem er nú bara talsvert fylgi, sérstaklega í síðustu sveitarstjórnarkosningu. Höfuðvígi Sjálfstæðisflokksins hefur auðvitað verið Seltjarnarnes og Garðabær. Þar hefur saxast mjög á fylgi þess flokks á síðustu árum. Þar eru tveir öflugir miðaldra hvítir kallar bæjarstjórar sem nú ekki tísku fyrirbragði í dag. Verður þetta nauðvörn fyrir Sjálfstæðisflokkinn í þessum sveitarfélögum? Ég held ekki. Ég held að þeir hafi, sko, á Nesinu voru hann svolítið svona lokal-vandamál sem voru að há þeim. Í Garðabæ held ég hafi verið svona bland af bæði hlutum eins og þessu dýra íþróttahúsi og fjárhagurinn var aðeins erfiðari. Hækkandi útsvari, en það var líka sem sagt landsmálapólitíkin var að þvælast fyrir þeim og ég held að svo verður ekki raunin í kosningunum á næsta ári. Við hefum ekki glemma Garðabæ en þó að þeir séu með þarna 7 bæjarfulltrúa af 11 sem er mikill meirihluti þá fá þeir undir 50% í síðustu kosningum. Þannig að ég held að verða alveg raunverulega, þetta verði hörku barátta og ég held að Garðabær kannski hefur breyst svolítið sem sveitafélag, það er meira fjölbýlið þarna núna og það er alveg vita að það getur alveg reynst sjálfstæðismönnum aðeins erfiðara. Það hefur verið mikill aðflutningur fólks, og þannig að það auðvitað breytir demografíunni. Síðan erum við með Akureyri, Ísafjörð, Fjarðabyggð, Reykjanesbæ líka náttúrulega sem er náttúrulega fjórðastærsta sveitafélagið. Þar erum við búin að vera með meirihluta samfylkingar, framsóknar og núna beinna leiðar og ég meina það hefur verið svona nokkurn veginn vinstri meirihlutan í 12 ár. Maður finnur það að menn eru byrjaðir að gíra sig upp í kosningar og ég held að það verið margt spennandi þar. Jóhann Friðrik sem var áður oddvitinn í Reykjanesbæ fór á þing en hann féll á þingi í síðustu kosningum. Það verður spurning hvort að hann og Halldór Friða, nú er þetta oddviti Framsóknar, muni mögulega takast á oddvitan. Ég held að við ættum að, með sjálfstæðismenn, ég held að það verið mikla breytingar þar mögulega. Margrét Sanders, nú er þetta oddviti, þetta er hann annað kjörtímabil, hún hefur gefið sterklega í skyn að hún ætli ekki að bjóða þessi fram aftur og þá heyrir maður 3 nöfn, Vilhjálm Árnason, ritara Sjálfstæðisflokksins, maður hefur heyrt Ásgeir Elvar, framkvæmdastjóri Bílaleigunar Geysis, maður hefur heyrt Gunnar Örlygsson og maður veit auðvitað ekkert hver áhugi þessara manna er á þessu en þetta er auðvitað umræðin sem er í gangi í samfélaginu og það verða væntanlega tekist á stór mál. Er ekki Kjartan Már bæjarstjóri ráðinn, er ekki líka þess að hann sé að hætta? Ég myndi ætla það, hann er búinn að vera í 12 ár og maður svona heyri það allavega umræðina að það sé ekki stefnt á að hann ætla að gefa kost á því að vera ráðinn aftur, hann er þetta ráðinn bæjarstjóri, ekki pólitísku bæjarstjóri en það verður væntanlega komið í ljós og það fer eflaust eftir hvað meirihluti verður myndaður eftir kosningar. Þetta er Sjálfstæðisflokkur fær 28% pluss, Framsókn rúmlega 22% og Samfylkingin rétt undir 22%. Maður myndi svona búast við því að Framsókn myndi gefa aðeins eftir bara út af því að þeir náttúrulega eins og við ræddum á hann voru mikilli sókn í síðustu sveitarstjórnarkosningum og síðan eru bara stór mál, maður sér það bara í umræðinu og Vilhjálmur Árnason var nú að skrifa harðorða grein meirihlutann. Við sjáum bara að það er verið að samþykkja húsnæðisáætlun, það sem að 95,6% af öllu íbúðarhúsnæði sem á að vera byggt til þess 2033 eiga að vera blokkaríbúðir. Það eru þetta einn lengsti biðtími á landinu eftir leikskólaplássi er í Reykjanesbæ, börn eru að komast þarna inn, þau eru að vera 2 ára eða komin á 3. aldursári. Ég held að sko, það sé mitt verðt að fylgjast með því hvað er að gerast þarna suður frá vegna þess að þar hafa orðið feikilegar breytingar á samsetningu íbúa og meðal annars vegna innflytjenda en það eru fleiri þættir sem að koma til. Þetta hefur séð hjá fleiri sveitarfélögum. Við getum að segja þetta upp á Skaga og Vík, og þarna eru þessar breytingar geta haft áhrif á það hvernig menn kjósa, hverjir kjósa. Vandamálinu eru önnur, það er einmitt bara hvernig vegnar atvinnulífi bænum eða er þetta allt saman uppbygging og íbúðarhúsnæði. Hvar fellur kostnaðurinn til, þarf að byggja fleiri skóla eða hvernig er það allt saman. Það er mikil breyting að þessi stað í mörgum sveitarfélögum og það mun tvímælust hafa áhrif á kosningarnar og það á að hafa áhrif á kosningarnar. Maður heyrir það líka í sveitarfélögum sem er einmitt að vaksa ört, að maður heyrir alveg umræðan og þetta á við Reykjanesbæ, þetta á við Árborg og Hveragerði, að menn eru svolítið að kalla eftir framtíða sín. Bara heyrðu, hvernig er að horfa þetta aðeins til lengri tíma því að fólk er að flytjast hérna að mjög hratt, ætlum við bara að reisa hérna upp blokkir á fullu eða ætlum við að skipuleggja samfélagið aðeins ítarlegra. Þannig að maður heyrir að ég get alveg trúa í svona sveitarfélögum sem vaxa hratt að það verður svolítið ákallegt í að flokkarnir leggja fram ákveðna framtíða sín fyrir sveitarfélagið. Selfoss er dæmi það auðvitað. Þar verður nú væntanlega spennandi kosningabarátta. Ég meina sjálfstæðismenn endurheimta meirihlutann þarna og reyna meirihluta með 46%. Já sko, gleymið því ekki, það var vinstri meirihluta þarna
sem bara einfallega kaffsildi sveitafélagið. Já, það var eiginlega bara komið í þrot, ég held að menn voru að taka... Það var bara hræðilegt ástand og þeir gátu ekki einhvern veginn skaffa íbúðunum heitt vatn, sko, það eru komin þangað. En sjálfstæðismenn, þeir náðu vopnum sínum þarna og hafa miklu hluti bara snúið dæminu við. Nósa sem eftir, en... Já, nei, Bragi Bjarnason var bæjarstjóri Árborgar var í dagmálum daginn hjá mér og þakkaði fyrir og við ræddum auðvitað stöðuna, þetta náttúrulega skuldahlutfalli nær hápunktu í 157%, það er komin niður í 107%, menn að tala það að þegar Vestur lét þarna hjá síðasta meirihlutanum þá voru menn að taka lán upp á 8,7 milljónir á dag, mikið var bara að fara í daglegan rekstur, ekki fjárfestingar. Þannig að það var komin óheilbrigð staða en núna skilu þeir ársreikningi sem var jákvæður upp á rúmlega 3 milljarða. Þeir líka sýndu það og ég hugsa að það nú fleiri eftir að taka eftir því hringin í einhverjum landi. Við getum kannski fengið kortverðna sem að sýna á sveitafélögin en sko þeir sýndu fram að það var hægt að takast á við erfiðan rekstur með því að hagræða, með því að fara í uppsagnir og ég meina sem var erfitt pólitískt mál að standa í en þeir lögðu í það og þeir hafa farið í gegnum það án þess að bæjarfélagið sé allt bara flakandi sár. Að það hægt að taka til í opinberum rekstri á vegum sveitarfélaga. Það vafalaust fleiri eftir að draga svona lærdóm af. Við erum að fá kort upp á skjáin með sveitarfélagum þar sem við sjáum í raun og veru þá hvernig meirihlutasamsetningin út frá þessu flokki sem gín yfir aðra sjálfstæðismenn þar sem þeir eru í samstarfi við aðra eða með hreina meirihluta. Já, sko það náttúrulega, þið sjáu alla þessa bláu fláka, en þetta nú ekki allt fjölmenn svo sem. Og staðan á suðvesturhorninu þar sem að flest atkvæðin eru skiptir mestu máli. Hérna sjáum við sem þetta að sumstaðar eru sjálfstæðismenn raun og veru bara með hreinan meirihluta en þeir eru víða í samstarfi en annars staðar eru þeir það svo sem ekki. En horfið líka á gráu fléttina þar sem að við erum með sveitarfélög þar sem að sjálfstæðismenn buðu ekki fram lista 2022 og þessi sveitarfélög eiga sameiginlegt að engin hinnaflokkan að gera það eða yfirleitt ekki heldur, Framsókn held ég á einum stað. Og síðan eru náttúrulega nokkrir staðir sveitarfélög þar sem að óhlutbundin kosningar, eru engin listar og það er bara fólk í framboði. En þarna eru sem sagt ýmis tækifæri, bæði fyrir Sjálfstæðisflokkinn en að maður myndi halda samfylkinguna líka og einhver leyti Framsóknarflokkinn sérstaklega á Suðurlandi. Þar eftir ýmsu að slægjast og ég hugsa að við höfum að sjá frekari einmitt pólitíska skautun á því sviði. Þetta eru þá, það ekki rétt að mér, þetta eitthvað 12 sveitafélög þar sem var óhlutbundin kosning, það bara kemur ekki listi og þá er alveg komið sögur af því að fólk bara kosið gegn sínum eigin vilja, þannig að það er svolítið skemmtilega kosningar en ég held að sé alveg sveitafélög, það sem að Hvalfjarðarsveit og svona, það sem að gæti mögulega komið fram eitthvað framboð, það eru eitthvað 18 sveitafélög sem sjálfstæðismenn bjóð ekki fram og ég myndi gera ráð fyrir að við myndum sjá nokkuð framboð koma þar. Tölum aðeins Vestmannaeyjar, þar var skemmtilegur slagur sem hefur tvinnast dálítið inn í landsmálum líka. Íris Róbertsdóttir í svona bæjarmála framboði og Sjálfstæðisflokkur með minnihluta. Það verður klofningur þar meðal sjálfstæðismanna. Þetta var náttúrulega mikið vígi Sjálfstæðisflokksins. Það verður klofningur sem er nánast algjörlega á persónulegum forsendum. En honum hefur við haldið. Og hvernig endar það? Eru sjálfstæðismenn með oddvita til þess að taka slaginn við þennan, myndi ég segja, vinsæla bæjarstjóra? Ég meina, þau eru með ýmsa ágæta þarna í bænum. Og við sáum þannig bara daginn... Komdu með nöfn? Já, Gísli Stefánsson til dæmis, maður var nú að koma með þing, að hann bara er öflugur náungi, en maður fær ekki séð að meðan að Páls Magnússon nýtur við, þannig bara rétt að ítreka það, hann er stór leikandi í þessu leikriti, að þá sér maður ekki að það sé neitt að fara að setja þetta. Nei, Gísli Stefánsson er mitt öflugur kominn sem varaþingmaður. Ég held að hann sé með augun á þinginu frekar þegar þar að kemur. Þú veist að hann hefur augun á þinginu? Nei, hann fór náttúrulega augljóslega, hann bauð sér náttúrulega fram í 4. sæti og er í 4. sæti, þannig ég held að sjálf augljóslega hann hafi áhuga að fara þangað. Eyþór auðvitað núverandi oddviti og þetta er eins og Andrés minnist á, þetta er svakalega persónulegt og ég held að til þess að vinna svona kosningar, ég ætla að reikna það smá. Sjálfstæðismenn tapa meirihlutanum fyrir 8 árum, held ég með 4 atkvæðum. Þeir tapa honum samt í síðustu kosningu fyrir 4 árum með 100 atkvæðum. Þeir nafngreindu þau atkvæði sem vantaði og atkvæði Páls Magnússon var eitt af þeim. Það hlýtur að vera umhugsunarefni fyrir sjálfstæðismenn að bilið breikkaði þarna á milli kosninga og þá velti maður fyrir sig hvað þarf til þess að breyta þessu.
þetta náttúrulega líka þannig að ef þú nærðu að samfara kannski ykkur 4 fjölskyldur þá gætur þú mögulega ná meirihlutanum aftur. En það er ekki 25 manns í hverju fjölskyldu í Vestmannaeyjum? Ætt, réttar að segja. Það eru nú samt stóra fjölskyldur en ég held að þetta sé eitthvað sem að menn þurfi bara reynilega að ef þeir ætlar að ná meirihlutanum aftur þá þurfa þeir bara að horfa á bara ákveðna hópa og reyna að ná þeim tilbaka hinn í listanum. En ég held að þetta verði heljarnar verk að gera það. Þetta hefur gengið ágætlega hjá henni og hún hefur staðið sem vel í bæjarstjórnarstólnum þannig að menn get ekki verið að fetta of mikið fingur út í það og vilja þeir ógna því eitthvað, ég veit það ekki. En við getum síðan líka bara hort yfir sundið og séð hvernig ellið það er að ganga í Ölfusi. Hann náttúrulega ráðinn þar bæjarstjóri en mun hann söðla og fara í framboð. Maður veit það ekki, hann gæti gert það sjálfsagt en það eru maður heyri það víða land, það eru margir að horfa á Ölfus og það sem hann er að gera þar vegna þess að hann nálgaðist í rauninu stjórn bæjarfélags sem allt öðrum hætti. Það er þessi gríðarlega mikla uppbygging sem hefur átt í stað þar sem hann er að draga inn fyrirtæki og svo framvegis og hann er bjartsýnn maður að eðlisfari. Hann er bjartsýnn maður að eðlisfari en ég meina ég var með Villa Bygg verkefnisforingja hjá mér í viðtali hér daginn og hann bara það komu stjórnir í augun á honum og hann sagði bara þetta er maður að munu skapi, hann er að stunda þá atvinnuuppbyggingu sem þarf að eiga sér stað á landsbyggðinni og bara elliða maðurinn. Ég líka bara þegar að Herjólfur verið í frambúði á Skaganum. Þegar Herjólfur hættir að sigla þarna og menn líta bara á þetta þá sem einhvern svefnbæ. Núna hugsa fólk bara yfir hamingjanni hér Þorlákshöfn, þannig að hann er líka bara búinn að ná að breyta ásýnd bæjarins algjörlega. Sumir hafa kallað þetta Flórída Íslands. Heldur en Vilhjálmur? Já, nei, ég meina þeir bæta við sér fylgi eftir 4 ára meirihluta, bætaði við sér fylgi aftur í síðustu kosningum. Það þetta komið upp ýmis mál, það var íbúakosning þarna, það sem að vilji meirihlutans var felldur í íbúakosningu, en þannig að maður svona eftir að sjá hvort að það spili eitthvað inn í, en það virðist ganga bara þokkalega vel þarna. En ég held að við eigum að horfa upp á hana næstu vikum og mánuðum og það mun gerast fyrr en varir að fólk fer svona að gefa sig fram til þess að starfa og þetta er mjög lifandi pólitík því að hún snýst eitthvað sem er nálægt okkur. Við erum að hugsa það hvernig er sorpið hýrt, er skipt ljósapörur í götuljósunum og allt þetta, hvar líkur vegurinn, er búið að klára þetta í dagheimilinu eða ekki og höfum í huga að það eru í þessum 62 sveitarfélögum, það eru 470 sveitarstjórnarmenn og jafnmargir varamenn. Þetta eru 0,25% landsmanna sem að þarna eru aktífir í þessari pólitík sem að næst okkur er. Þetta er lýðræðið í sinni tærustu og fegustu mynd? Já, og þetta eru vinur okkar, ættingjar, fjölskylda, nágrannar fólk sem við erum að spila fótboll með og svo framvegis. Þannig að næsta ára áttur að verða mjög lifandi og kröftugt í þessari pólitík sem að okkur varða kannski mest Herri, ég tek nú eftir einu í kortinu, einni villu við að eitt sem hefur breyst. Það er óhugsandi. Fjarðabyggð, það þetta meirihluti springur þar á síðasta ári, þessi sjálfstæðismenn voru ekki meirihluta og nú eru þeir konir í meirihluta með framsóknarmönnum, ekki sagt. Það er fjarðalistinn hann sem að kýs gegn tillögu meirihlutans. Það eru fleiri alvarlegar villur í þessu korti á Andresi og sér að Tálknafjörður er ekki lengur sjálfstætt sveitarfélag og annað. Þetta veit hann auðvitað. Vesturbyggð þarna. En það er það allir eins og í Fjarðabyggð, að þar sér maður að Raggi Sig sem er þar fyrir Sjálfstæðisflokkinn, sem mönnum voru bara ekki vissur á hvaða leið hann væri með flokkinn allt er þetta blómstra, þannig að þarna... Fáður ekki svona bestu kosningum bara í síðustu kosningum? Jú, í þessari pólitík að þar er að koma fram fólk sem að sennilega, eins og í Vestmannaeyjum, verður okkar framtíðarfólk inn á þingi síðar. Nú verð ég að stoppa ykkur, það er að stytta svo svakalega kosningar. Þetta eru spennandi tímar, ég hlakka til að fara yfir þessi mál með ykkur. Við þurfum að taka stöðuna hér strax í haust þegar við komum aftur saman. Ekki bara stöðuna hér, vegna þess að ég treysti á það að við séum síðan að leggist í ferðalög landið til þess að kynna hvort það. Landið þvert og endirátt, það er rángsælis og réttsælis. Andrés Magnússon og Hermann Rökkvi Gunnarsson, þakka ykkur kærlega fyrir komuna. Eins og þið heyrið áhorfendur og áheyrendur góðir að þá er margt að ræða í pólitíkinni. Það er ekkert fast í hendi varðandi kosningarnar árið liðnu en samt getum við talað hér út í eitt, við hefum getað haldið áfram í allan dag. En þið munum fá bestu upplýsingarnar, áhugaverðustu fréttirnar af þessum vettvangi bæði hér á vettvangi Spursmála á MBL og í Morgunblaðinu. Þannig hefur það verið og verður áfram. En við erum ekki alveg hættir vegna þess að hingað koma til mín eftir örskama stund er Jón Bjarki Bentsson, aðalhagfræðingur Íslandsbanka og Marino Örn Tryggvason fyrrum forstjóri Kvikubanka. Við ætlum að fara yfir stöðuna í efnahagsmálunum sem er ekki alveg augljós hvert stefnir. Er verðbólgan á leiðinni upp eða er hún á leiðinni niður?
Komið sæla nýju. Við ætlum að núna horfa af meiri fókus á efnahagsmálin, stöðuna í hagkerfinu og ég fengi 2 frábæra sérfræðinga úr ólíkum áttum til þess. Það eru þeir Jón Bjarki Bentsson, aðalhagfræðingur Íslandsbanka og Marino Örn Tryggvason, fyrrum forstjóri Kvikubanka. Velkomin báðir tveir. Takk fyrir boð. Byrjum kannski bara á uppfærðri spá frá ykkur. Við erum auðvitað að búa okkur undir það að Seðlabankinn komi með einhverja leiðsögn á miðvikudaginn næsta. Peningastefnunefndin mun funda mánudag og þriðjudag. Hvað haldið þið að Ásgeir Jónsson drægi upp úr pípuhattinum að þessu sinni? Ég held að hann muni leggja til óbreytta vexti og það verði niðurstaðan. Það alls ekki ótvírætt og við lágum heilmikið yfir þessu sérstaklega eftir að við fengum niðurstöður úr væntingakönnun markaðsaðila sem að óvænt sýndi töluvert bjartari verðbólguvæntingar heldur en þeir höfðu áður vænst. En með hliðsjón af því hvernig síðasta vaxtalækkun var rökstudd í sér í lagi, þá svolítið erfitt fyrir þá að slá þann tón aftur í ljósi þess sem við gestum við síðan. Þá í sér í lagi að vísa á þá röksemdafærslu að með hliðsjón af því að verðbólga væri líkleg til að hjaðna á næstu mánuðum eins og við orðuðu það, þá væri óhætt að lækka stýrivexti án þess að aðhaldsstýr peningamála lækkaði við það. Síðan kemur mæling frá Hagstofunni fyrir skemmstu og ykkur hrís hugur við að fara yfir þær tölur. Já, sko, við viljum samt ekki gera mikið úr þeim. Þær voru litaðar af tvennu, annars vegar bara páskaflugtrafikkinni. Páskarnir alltaf að hækkunartími í flugfargjöldum og það hafði áhrif núna. Hætta með þessa páska? Já, hætta þeirri vitleysu eða minnst kosti hafa á sama mánuð hverju ári ef við getum saman í kirkjunum það. En hitt var að íbúðaliðurinn, sem sagt að reikna húsaleigan tók óvenju sterkt við sér. Þó það kannski frekar eitthvað sem að þau horfa til. Já, flugið kemur til með að lækka væntanlega aftur töluvert í þessu mánuði og við vorum reyndar nýverið að gefa út verðbólguspá þar sem að verðbólgan fer aftur niður í gildi sem hún var í mars. En það fasteignamarkaðurinn sem að hefur verið krabbameinið í þessum mælingum öllum árum saman sem að virðist vera að dúkka upp aftur? Hann er segur. Hækkunartakturinn þar, þó að framboði sé að aukast jafnt og þétt og á sumum eignum greinilega bara ákveðin stífla í markaðnum. Sýrilega það voru ég að tala um svona nýjar tiltölulega dýrar per fermeter eignir í tétikarreitunum. Þetta er að selja stræmt. En þráttur þetta, þá mæla þessir aðilar sem að halda utan verðþróun, bæði HMS og Hagstofan, mæla þá svona almenna hækkun á markanum. Og hann hefur náttúrulega, það hefur verið segar í honum heldur en margir héldu og sýrilega auðvitað hefur það verið vegna þess að fjármögnun á eftirspurnarliðinu fæst í svo ríkum mæli yfir í verðtryggð. Þannig að það eitthvað sem að þau örugglega horfa töluvert meira til heldur en þessar einu mælingar. Og svo hitt að verðbólga ekki bara verðbólga, það alls konar undirliggjandi mælikvarðar og sem og auðvitað væntingamælikvarðnir. Og sumir þeirra hafa reynt ekki verið að þróast heldur með hagfelldum hætti fyrir bankanum og alls ekki eins og þau voru að vonast til. Marino, þú heldur nú ekki úti opinberum spám þetta efni, heldur þú að peningastefnunefndin muni bara halda í horfinu? Tróða marfaða? Ég er svona alltaf að vona að þeir lækki og ef ég þyrst að spá þá myndi ég nú spá að þeir myndu lækka allavega 25 púnta og ég kannski byggi það á kannski úr annari átt að mér finnst þetta ágætt að hugsa þetta svoleiðis að það sem að gerast út í heimi að þessir umræða tolla aukna áhættu í alþjóðaviðskiptum að það virkar í sjálfum sér á svipaðan hátt eins og aðhald í hagkerfi og getur gert það til framtíðar og stýrivaxtabreytingar núna þær hafa áhrif eftir kannski árið eða 2. Þannig að hagkerfi núna að fást við stýrivexti eins og þau voru fyrir kannski árið síðan eða meira þegar þau voru í hæstu hæðum og Seðlabankinn með 2 markmið. Það verðstöðugleiki og svo það fjármálastöðugleiki og þegar maður horfa til þá áframhaldandi eða með framsýnar ákvarðanir að þá held ég og við erum kannski ekki alveg komið þangað en það svona styttra í það heldur en áður að fjármálastöðugleiki geti haft áhrif á vaxtabreytingar
og eins og sko vextir eru góðir til þess að halda niður í væntingum og kannski eina tækið eða sterkasta tækið, besta tækið til þess að halda niður væntingum verðbólgu, að þá eru vextir mjög slæmir upp á fjármálastöðugleika að því að aukin þá möguleg vanskil, getur sagt kólnun í hagkerfi, að það vinnur gegn fjármálastöðugleika markmiðinu, þannig að ég held að það séu svona aukna líkur á því að það styttist í það að peningastefnunefnd muni byrja að horfa á fjármálastöðugleika meira heldur en hefur gert og byggt á því þá tel ég að fjármálastöðugleika peningastefnunefndin muni taka varfæri skref í lækkun vaxta. Það þá til þess að koma í veg fyrir mögulega aukin vanskil hjá einstaklingum og fyrirtækjum, sömuleiðis vantarlega til þess að draga úr fjármögnunarkostnaði í fjármálakerfinu? Já, allt þetta og í sjálfum sér þá má líka segja að við sjáum að umsvif eru minni þó væntingar eins og bent á að einhverjum mælikvörum að þá eru þær eru kannski of sterkar ef við horfum bara á verðstöðugleika markmiðið en þetta kannski ef við tökum punktstöðun í dag eins og hún núna, ef við bara skoðum bara hagtölurnar núna, þá held ég að hagkerfið alveg í góðu standi. Það eru tiltölulega lítið vanskil, jafnvel þó það eru aukast, en það þarf að hafa í huga að vaxtabreytingar sem eru ákveðna núna, þær eru að hafa að fullu áhrif eftir kannski ár eða 2, 1,5 ár. Þannig að maður þurfa að velta þá fyrir sig núna, þessi óvissa sem út í heimi, mun hún hafa áhrif á fjármálastöðugleika eftir ár. Og maður ekki að segja, ef maður myndi segja það eru yfirgnæfandi líkur að það mun hafa mikil áhrif, þá ætti náttúrulega bara að lækka vexti 300 punkta. Þannig að maður kannski ekki að segja að það sé eitthvað svoleiðis en það aukin áhætta og út frá því held ég að sé eðlilegt að leggja aukna áherslu á það að taka varfæri skref í lækkun vaxta en það mjög auðvelt ef maður horfir bara á verðstöðugleika markmið að færa rök fyrir því að það ætti annarkvæmt að taka mjög varfæri skref eða ekkert skref. Hvernig hljómar þetta á Bjarki? Þessi rök eru öll til staðar, klálega og við reyndar í Spáni sem við gáum nýverið út bendum á það þó að við höldum að þau haldi óbreyttu núna að þá sé ekkert hætta að lækka vexti og þau hefjast handa eftir þetta langa árvisa sumafrí bankans við áframhaldandi lækkun vaxta. En hvernig það Seðlabankastjóri, hann situr bæði í fjármálastöðugleika nefndinni og peningastefnunefndinni en þetta hins vegar sjálfstæðar nefndir óháðar hver annari? Já, það reynda pínu vandræðilegt og ég hef nefnt það ofta að ég held að veri heppilegra að varaseðlabankastjóri fjármálastöðugleika gengi fram fyrir skjöldu í kynningum og svona sem málsvari fjármálastöðugleika nefndarinnar því að þetta verður stundum pínu vandræðilegt sko. Þetta til dæmis sem að maður nefnir sko að þessi viðvarandi fjármálastöðugleiki og svona tiltölulega lítil áhrif á að því að virðist efnahag og greiðslugetu heimila og fyrirtækja eru góða fréttir fyrir fjármálastöðugleikanefndina og alltaf þegar áskýrir með þann hatt þá getur hann til dæmis fagnaði að það hvað sveigjanleiki á lánamarkaði mikill hér á Íslandi þetta fólk getur og fyrirtæki geta fært sig á milli verðtryggðrar og óverðtryggðrar fjármögnunar er mjög gott fyrir sveiflujöfnunartæki fyrir fjármálastöðugleikann en afleitt fyrir peningastefnuna. Og getur eiginlega sagt svoleiðis að fyrir verðstöðugleika þá sé betra að þú þarft að gera vitleysu í aðra áttina, þá betra að vexti aðeins og háa aðeins og lengi. En fyrir fjármálastöðugleika er betra að hafa vexti aðeins og lága of lengi. Þannig að þetta er pínulítið svona ekki samhverft. Ekki samhverf á þetta. Þetta er vera óþægilegt fyrir Ásgeir. Hvernig þurfum menn ekki bara vera með klófum persónuleika til að stöðu þetta? Nánast, og eins og segi, ég held að myndi einfalda, ég held að myndi gera stefnu bankans að þessum tvennum markmiðum bara svona auðskiljanlegri og koma í veg fyrir rugling ef að Tómas Brynjólfsson kæmi fram í fjölmiðlum á kynningafundum sem svona aðal málsvari þess efnis og þeirra ákvarðana sem fjármálastöðugleikanefndin gerir. Er það ekki rétt munið að þessu var breytt í einhverjum svona innanhúsátökum milli Ásgeirs Jónssonar og Unnar? Nú skal ég bara ekki segja, en ég man hér í gamla daga þegar fyrstu árum inn í bankanum,
það að segja í þessu starfi sko, sem ég í, að þá var það fjármála stöðuleika, yfirmaður fjármála stöðuleika sviðs. Það voru náttúrulega ekki þetta vara seðlabankastjóra system sko, þá var Tryggvi Páls yfir fjármála stöðuleikanum og hann fór til dæmis hringinn í bankana til þess að fjalla þetta og gekk svona fram fyrir skjöldu. Það var náttúrulega kannski minni fókus reyndar á það sem að þau væri að segja í þeirri nefnd. En þetta breyst mikið síðan og það kann vel að vera að einhver svona innan og Stínavík spila það rullu. Ég held að væri á endanum heppilegra ef að þau skiptu þetta með sér verkum. Við komum því hér með til skila að þessum vettvangi. Marino, þú segir almennt horfurnar í hagkerfinu bara þokkalegar, ekki mikið vanskil á hana, við skoðum opinbera tölur og auðvitað lítur þetta allt bara út, en maður heyrir líka herpingi víða. Ég rætt bara við bakara og bílasala og fólk sem að selja þvottavélar. Menn segja að farið sinna ekki alveg slétt að það virðist vera svona undirliggjandi titringur hjá fólki. Já, vextir eru náttúrulega of háir. Það erfitt að reka bæði skuldsett heimili og félög sem ef eru skuldsett. Og ef við tökum bara, við getum bæði hortað út frá einstökum félögum og þá getur þetta verið erfitt. Svo getum líka hortað út frá bara hagkerfinu og í víðu samhengi að á endanum snýst allt samkeppnisefni og ef að vextir eru háir mjög lengi þá mun það bitna á samkeppnishæði þjóðarinnar og endanum á lífskjörum. Þannig að þetta tengist allt. Þannig að það við töpum tækifæri sem samfélag og sem þá fjölskyldur og fyrirtæki ef vextir eru of háir og lengi. Þannig að það í sjálfum sér að vera með svona samfélagslega ábyrgð eða annað slíkt. Þá ættu allir að einhenda sér í það að reyna að lækka vexti. Þannig að raunvextir til lengri tíma séu lægri heldur en þeir hafa verið. Núna raunvextir einhvers staðar í kringum 4%. Það eru gríðarlega háir vextir og það erfitt fyrir hagkerfi til lengri tíma að standa undir svona háum vöxtum. Og kannski ekki vinsælt að segja það, en fíllinn í herbygginu auðvitað bara vinnumarkaðurinn. Það að ætla að hækka laun alltaf meira heldur en framleiðslu aukning í hagkerfinu, það gerir það verkum að það verður þessi mismunur á kostnaði og mögulegum tekjum fyrirtæki eða hvaða skipulagshelda sem horft til. Formaður Vaffer var nú hérna hjá mér rétt áðan og hún vil menna að sé ekkert samhengi þarna á milli. Og hún situr við samningaborðið ólíkt okkur. Já. En ef menn vilja búa í einhverju hliðaveruleika eða í einhverju skýjaborgum þá verður menn bara búa þar. En það er voðalega slæmt samt að þessar mikilvægu ákvarðanir séu teknar bara án tenginga við raunveruleikann. Talandum stöðu Seðlabankans. Ég nefni þetta að maður finnur fyrir herpingi víða, þar sem mönnum finnst fólk ekki vera að versla nóg. En samt Seðlabankinn að takast á við þenslu eða útgjaldafyllir eða hvað sem þetta að kalla það. Hvar það að birtast ef að það gerir það ekki í þessu? Ef að menn eru að finna fyrir hörðum samdrætti í smásölu og bílasölu, jafnvel í fasteignasölunni? Þarna nefnilega svona svolítið köflótt mynd sem birtist. Alveg eins og Marino, þá heyri ég auðvitað í stórum og smáum samtalsaðilum, viðskiptavinum, bankans og fólki sem við tölum við út í þjóðfélaginu að þetta er áskorun að glíma við svona háa raunvexti. En svo fáum við á sama tíma hagtölur eins og til dæmis kortaveltutölur fyrir kortaveltu heimilana, bílainnflutnings- og nýskráningatölur, fjárfestingargögnin, aftur innflutninga fjárfestingarvörun sem svona tímanlegasti mælikvarðinn á hvað takturinn því, sem að segja svolítið aðra sögu og það bara flókið stundum að para þetta saman. Erum við að lesa í svona logni á undan storminum, var fólk bara að ákvaða að fara á svolítið svona, ekki kannski neyslu fyllir en svona gera vel við sig þennan veturinn, til dæmis í utanlandsferðum sem hafa jukust verulega ár frá ári hvað okkur var það og auknum bílakaupum og hinn og þessu, áður en að þau þurfa að fara að herða beltin í kaldara hagkerfi eða í alvöru minni innistæða kannski fyrir þessum barlómi heldur en efni standa til. Og nú vil ég alls ekki gera lítið úr því að
það á alltaf að hlusta eftir þessum röddum að gögnin, hagtölurnar koma náttúrulega síðar heldur en fólkið í feltinu að sjá breytinguna verða. Er þetta ekki líka hagtölurnar meðaltöl? Jú, þetta er eins og maðurinn sem stendur með sitt fótinn í mismunandi bala og annar er með sjóðandi vatn og hinn 20 gráður frost og líður vel að meðaltali. En bara báði fæturnir ónýtir. Og ég held að það sé einhverju leyti svoleiðis núna að sum heimili eiga miklar peningalegar eignir og njóta hárra vaxta, menn önnur gera það ekki. Og þau sem eru með, sem hafa það ágætt, að þau hafa mjög auðvelt að ferðast til útlanda og annað þvílíkt og eins með fyrirtækin. Svo erum við þetta lítið hagkerfi, það er gríðarlega fjárfestingar til að mynda í landeldi og öðrum svona stórum verkefnum og það hefur þetta gríðarlega mikil áhrif á hagtölunar. En það breytir því samt ekki að grunnurinn að hagkerfi eru, getur sagt, heimil og fyrirtæki almennt og þannig að meðaltölin geta alveg verið hættuleg. Þannig að ég er alltaf pínu hræddur við hagtölunar. Já, og eins og ég segi, ef maður alltaf horfa stíft í eins og innflutning fjárfestingarvara, hann er gífurlegum vexti núna. Við erum að tala um 40-50% af vexti og ég, sko, en það er vissulega, sko, það eru sérstakir þættir að skýra mikið því. Við vorum með fjárfestingarguðsuginn í gagnaverin, það eru uppbygging á Keflavíkurvelli sem að kallar á tímabundið innflæði á fjárfestingarvörum, landeldið í miklum gangi. Þannig að vissulega, sko, að almennt fjárfestingarstig bara hið venjulega svona fjölskyldu eða meðalstóra fyrirtæki er ekki þarna, sko, að vera í einhverjum óðum vexti. En til lengri tíma litið byggir þetta velgengni fjölskyldnanna og þessara litlu og meðalstóru fyrirtækja því hver gangur í hagkerfinu, hversu mikið við náum að framleiða vörum og þjónustu til útflutnings. Þið nefnir landeldið, þetta eru lygilegar tölur sem að maður heyrir af uppbyggingunni þar og áformum mikla framleiðslu til útflutnings. Eru horfurnar þá til meðaláns og lánstíma ekki bara bjartar fyrir Íslendinga? Við höfum tækifæri til að framleiða eins og engi sé morgunmaturinn. Já, við höfum klárlega tækifærin til þess. Við erum náttúrulega í alveg ótrúlega hagfelldri stöðu og það er eiginlega okkar að klúðra þeirri stöðu. Þessi umræða sem núna er til dæmis aukna orkuöflun er svolítið út á túni hvað þetta varðar. Sem sagt þetta think global, act local, það virðist ekki eiga við þegar kemur að okkar framlagi til dæmis orkuskipta í heiminum. Við höfum ennþá töluvert mikið af ónýttri endurnýjanlegri orku og það til dæmis svo stóriðju framleiðsla eða landeldi eða annað sem að kallar orku sem er framleitt með jarðhita, vatnsafli eða vindi hér á landi, það er þá ekki framleitt með kolum í Kína eða einhverju slíku, sko. En þau rök verða allt í einhvað mjög léttvæg þegar kemur að því að setja okkur í samhengi við alþjóðaþróunina og einhvern veginn margir slá því fram að hér höfum við bara gnægð orku og eigum ekki að auka orkuöflunina neitt. Það er bara einfaldlega ekki ábyrgt gagnvart restina af heiminu, finnst mér, sko. Og svona er með fleiri hluti og meðan við reglusetjum okkur ekki burt frá vexti, horfum af skynsemi og yfirvegun á einmitt hvernig við getum aukið við verðmætasköpun með því að nýta auðlindirnar okkar á ábyrgan og sjálfbæran hátt á þess að setja eitthvað frost í þeim efnum, að þá er varla annað þetta sjá heldur en að við eigum möguleika á að halda áfram að vaxa á dafna. Við erum bara að fá í stóru landi með miklar náttúruauðlindir. Ef við skoðum hagsöguna, það er svolítið gaman að skoða þessar gömlu bækur og greinar bara hagsögu. Hvernig hagsaga Íslands alveg frá nýsköpunarstjórnun og kannski lengur aftur er bara saga hagstjórnarmistaka. Samt erum við með einu mest lífskjör í heiminum. Af hverju er það? Það er bara því við erum fá með mikið auðlindum myndi ég halda. Við erum nóg að móða. Já, en við getum samt ekki lyft okkur að haga okkur svoleiðis. Við eigum að reyna að haga okkur skynsamlega. Ef við værum Danir sem eru sjálfsagt ekki með neinar náttúruauðlindir en með sambærileg lífskjör og Íslendingar út frá skynsamari ákvörðunum. Þannig að ég held að maður myndi velja svona eitt í hagstjórn, það er reyna að læra bæði á okkar reynslu og reynslu annarra. Finnst þér við ekki vera því? Það er margt vel gert, það er engin spurningu það og það er ekkert sjálfgefið að framtíðin og útlitið er ágætlega bjart hérna.
Þannig að, en við getum alltaf gert betur. Þú veist að, hvað maður á að byrja, gullhúðun eða blýhúðun og regluverki. Þú veist, bara við tökum þessar stóru strókur. Stundum talað það að hvað Bandaríkjamenn, þeir finna hlutinu upp, Kína kópir það á og Evrópa reglusetur það. Við erum svolítið, og við tökum reglusetningun og blýhúðum hana. Þannig að við eigum að auðvitað, og bara skylda að reyna að byggja upp lífskjör og vera ekki að sóa verðmætum. Þannig að hérna, ég mætti svona ráða ykkur og þá var það að við reynum að læra bæða reynslu okkar og annara, hvernig getum við byggt upp lífskjör hérna, en að því sögðu, framtíðin björt. Nú ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur 5 mánaða það bil og henni fylgja góður óskirinn í framtíðina. Hafði á tilfinninguna að fókusin sé á þetta hjá stjórninni, þar sé á verðmætasköpun og samkeppnishæfni. Persónulega finnst mér ég að heyra meira hugmyndum skattlagningu, hvort sem það er að ferðaþjónustu eða sjávarútveg eða hvað það er. Já, ég pínu áhyggjur á því að þegar til kastana kemur að þá muni dæmið hvað varðar áherslu sem að ríkisstjórnin hefur lagt fram á báðum liðum, tekju og gjaldamegin. Það mun ekki ganga upp nema með meiri skattlagningu vegna þess að þær hugmyndir sem hafa verið lagðar fram til dæmis tekjutengingu örorkubóta við laun frekar heldur en verðlag, allskyns eflingu á félagslegu innviðunum sem að sumpart þarf en svona á að gera svolítið hratt á sumuleyti að það verði snúið nema það er tvennt í því að við getum aukið skattstofninn með því að gera fyrirtækjunum kleift og almenningi öllum að búa til meiri verðmæti eða hækka skattprósenturnar og þar er áhyggjuefni að við höfum ekki ennþá séð í rauninni mikið fráhvarf frá þeim hugmyndir sem komu upp strax í og eftir stjórnarmyndurina að skattleggja útflutningsgreinarnar með þessari miklu hækkun sem á veiðigjöldunum einhvers konar aukinni gjaldtöku á ferðaþjónustuna. Með matseðlinum úr fjármálaráðuneytinu? Já, þetta þú veist, ég vil alveg gefa þeim það að njóta varans og Þau eftir að fara í sín fyrstu fjárlög. Já, nefnilega, þau eru pínu fríspilandi núna hvað þetta varðar, að hafa ekki alveg þurft að sína á spilin þó að sé komið fjármála áætlun og hún hefur reynda verið svolítið gagnrýnd fyrir að vera kannski ekki alveg nógu díteluð. Það fylgja ekki allar þær greiningar sem að menn hafa átt að venjast. Það vantaði svolítið inn í að maður sæi alveg ofan í gangverki á hvernig þetta ætti alltaf að ganga upp. Þannig að ef að þau ætla ekki að auka skattheimtur til mikill að minna, þá verða þau að gæta sem vel á því að bregða ekki fæti fyrir verðmætasköpunina. Kannski óskaði maður góðu skengis eins og allir aðrir nýjum stjórnvöldum, en það sem ég kannski sakna mest í umræðinum veiðigjöldnar er að þetta hafi ekki verið umræða. Það hefur verið, svo frá sjávarútveginum hafa komið ágætt rök og verið að benda til að mynda á að makríl veitu Íslands í annarri makríl í Noregi, að fiskvinnsla í Noregi sé ríkisstyrkt og það hefur áhrif á verð, en nota það verð og færa það yfir á Ísland og þannig að mér finnst svona vant að taka umræðuna og vera að gera stórar breytingar. Þá finnst mér að lágmarki að menn ræði sér niður á bara hvað eru kostur og gallar. Það er bara sagt þetta er réttlætismál, svo er bent á vankantana við það og það kom ekki svar, eins og þú hefur margoft sagt að það vantar greiningarnar. Þannig að mér finnst eiginlega útiloka fyrir allan almenning að geta tekið einhverjum svona vitræna afstöðu, er þetta góð ráðstöfun að breyta veiðigjöldum eins og að gera það eða ekki? Er hugsanlega til einhver önnur betri leið? Bara umræðuna vantar. Svo varandi, svo að tala verðmætasköpun, ég kannski svona bara svo ég vil hugsa hlutina. Ég alltaf pínu, mér finnst alltaf pínu leiðilegt orð þegar verið að tala og stilla svona, bara kljúfa þjóðinni í herðar, þessi stunda verðmætasköpunir og hinir ekki. Mér finnst þetta voðalega slæmt orð
að fyrirtækin, útflutningsfyrirtækin, að þau sjá verðmætasköpun og það þurfa að passa það. Það alveg verðmætasköpun líka að kenna börnunum okkar í skóla. Vera með sjúkrahúsin og svona, heilbrigðiskerfið og það forsenda fyrir því að það sé hægt að afla tekna. Þetta samverkar allt. Já, þannig að mér finnst svona að þetta er svo gildishlaðið og maður finnur alveg að þegar, og ég lend alveg sjálfur í þessum vanda að nota þetta orð, ég myndi eiginlega vilja einhvern veginn breyta hugtakinu og orðanotkunni til þess að það verði ekki þessar andstæður og bara fólk gerir sér grein fyrir því að við erum í sama bát, að við þurfum bara sem þjóðfélag að afla tekna til þess að geta stutt við allt annað. Þetta er eitt gangverk. Og finnst þér þá skort á skilning í báðar áttir eða bara annar áttinni? Ég er segur, eins og þú, Stefán, að nota hérna aftur og aftur þetta orð verðmætasköpun sem er, sko, það er ágætlega skýrt, en svo ertu kennari og við segjum að verðmætasköpun skiptir öllu máli. Við verðum að búa til verðmæti og þeir, kennarar, horfa þá á það sem vinna þessi mikilvægu störf, eru þeir ekki að búa til verðmæti. Þeir eru svo sannarlega að búa til verðmæti. Þannig að svona gagnálögtin út frá því að atvinnulífið búið til verðmæti, hún er svo slæm. En hver getur leitt okkur í einn og sama bátinn í þessu? Er það Kristrún Frostadóttir þessar myndir sem að einhvern veginn fær fólk til þess að skilja þetta sameiginlegu skilningi? Nei, ég held að sé kannski, ég held að þú og fleiri sé að vinna gott starf í því að það er bara þetta aukna samtal. Og ég held að við þurfum og ég held að við eigum að vera til í að líta í bara svona okkar barm og þetta er bara svona eitt lítið dæmi sem að því að við maður bara finnum það sjálfu þegar maður ræða, maður sér bara hvernig sko, þegar maður ræða við fólk sem sinnir mikilvægu störfum og notar þetta hugtak, þá er maður búin að missa samtalið og ég skil það alveg. Við þurfum að vanda okkur í þessu tilliti að því að, eins og þú segir, þetta er sameiginlegt verkefni eftir því sem við sköpum meiri verðmæti hvað sem við verða til, þeim mun meiri verða lífsgæðin fyrir alla landsmenn. Já, og við verðum að fá tekjur til þess að borga fyrir allt hitt. Þannig að þetta snýst ekki það að ef við minnkum þau verðmæti, þá er þetta bara minna til skiptana í hvort það er heilbrigðiskerfi eða menntakerfi sem ég held að við öll viljum hafa eins öflugt og hægt er. Ég hlakka til miðvikudags morgunsins, ætlum við hittust ekki niður í Seðlabanka, Jón, og förum yfir þessi mál með Ásgeiri Jónssyni og fleirum. Ég veit að Marino fylgist vel með niðurstöðu Seðlabankans sömuleiðis. Þakka áðum kærlega fyrir komuna og innanlandsríkt og gott spjall. Góða helgi. Takk. Þá er þessu lokið hjá okkur þennan föstudaginn á vettvangi spursmála. Ég óska ykkur góðra helgar, vonaði séu flest að lesa Kúbudeiluna 1962 eftir Max Hastings sem er bók mánaðarins í bókaklúbbi spursmála. Ég birti grein núna á fimmtudaginn í Morgunblaðinu sem ég hvet ykkur til að lesa þá ágætu bók. Svo ætla klúbbfélagar að hittast á vinnustofu Kjarvals. Það er miðvikudaginn 4. júní. Klukkan 8 ætla Björn Bjarnason fyrir dómsmálaráðherra að ræða við mig bókina. Hann mann þessa atburði vel og þekkir þá frá mörgum hliðum. Að ræða hvaða lærdóm við getum dregið af þessum ótrúlegu atburðum þar sem að heimurinn lendi á hengiflugi kjarnorkustyrjaldar. Góða helgi.